can see your face. Though you're far away, me and you. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 20. febrúar, mikil frétta vikað baki. En ein frétt kannski umfram aðrar sem hefur skekið heimsbyggðina alla. Það var þegar tilkynnt var fyrr í vikunni að Andrés prins fyrrverandi, sonur Elísabetar Bretlandsdrottningar og bróðir Karls, núverandi konungsríkisins, hefur verið handtekinn. Það tengist hinnu víðfeðma máli Epstein-skjalana sem hefur verið fjallað hér á okkar vettvangi og reyndar öllum vettvangi fjölmiðlunar í heiminum síðustu mánuði. Við vitum enn ekki nákvæmlega hvað veldur því að hann hefur verið handtekinn nú, en ýmislegt bendir til þess að það mál geti teygt anga sína hingað. Það tengist upplýsingaöflun og upplýsingagjöf sem honum virðist hafa verið óheimilt að veita. Hann hafa hitt íslenska ráðamenn á viðskiptaráðstefnunni í Davos skömmu eftir hrun og miðlað upplýsingum úr slíku samtali. Það hins vegar margt á huldu það hvaða ráðamaður þar var í för, hvort að það var Jóhanna Sigurðardóttir sem telst afar ólíklegt enda sótt hún slíkar ráðstefnur ekki, eða hvort að þarna hafi Ólafur Ragnar Grímsson átt í hlut. Þetta eitthvað sem á sennilega eftir að skýrast þegar að dómsgögn verða birt upp úr þessari húsleit og þessari handtöku sem stendur víst enn yfir. En hingað heim, við erum með í Morgunblaðinu áhugaverða frétt í morgun sem varðar útþenslustefnu ríkisins. Okkur heitið í upphafi síðasta árs að ríkið ætlaði að fara að spara peninga á. Við vorum beðin að koma með tillögur að því hvernig það mætti gerast. En hér sjáum við enn eitt dæmi það hvernig þetta hefur allt verið virt að vettugi. Fjölmiðlanefnd sem stofnun sem hefur engu raunverulegu hlutverki að gegna fyrir Íslands samfélag að auglýsa eftir starfsmönnum. Það eru að þér virðist 7 starfsmenn núna þó að það sé að einhverju leyti loðið mál. En það áhugaverð að nú vilja þeir meðal annars ráða til starfa lögfræðing. Og hluti af verkefnum viðkomandi að halda utan upplýsingar tengslannet upplýsinga og miðlalæsi og að hafa frumkvæða nýjum verkefnum til að efla færni og þekkingu almennings á nýrri tækni. Þetta enn eitt dæmi það hvernig ríkið finnur sér ný og ný verkefni og menn virðast ekki skeika neitt með það hversu mikið það má kosta. Hér væri kjörin leið fyrir hið opinbera til þess að draga úr kostnaði, leggja niður þessa stofnun. Og ef þetta snýst það að upplýsa almenning eða aðra það hverjir eru raunverulegir eigendur af fjölmiðlum, þá má minna á það að skatturinn heldur einmitt út í slíkri skrá öll fyrirtæki í landinu og reynda nemendafélög, foreldrafélög og annað slíkt. Þessi má leysa með tækni og þeim stofnunum sem aðrar eru fyrir í kerfinu. En þá að vettvangi þingsins. Þar hart tekist á þessa dagana frumvarp sem að Lilja Rafney Magnúsdóttir þingmaður Flokks fólksins fer fyrir ásamt fleiri þingmönnum stjórnarmeirihlutans. Það frumvarp sem að miðar að því að vinda ofan af breytingum sem gerðar voru á fiskveiðistjórnarkerfinu árið 2024. Það voru breytingar sem að færðu grásleppuna eins og aðra tegundir undir kvótakerfið. Þau vilja vinda ofan af þessu og setja þetta í gamla farið sem að menn töldu reyndar ekki mjög heppilegt. Grásleppu sjómenn hafa varað við þessu og það hafa margir aðrir gert og sagt að hér sé verið að taka til dæmis valdið af Hafrannsóknastofnun sem að setur reglur það eða kemur með tillögur öllu heldur það hversu mikið magn af grásleppu megi veiða. Það hefur verið bent á það síðustu daga og við höfum fjallað það í Morgunblaðinu að nokkrir þingmenn sem koma að flutningi þessa frumvarps hafa persónulegra hagsmuna að gæta eða fjölskyldumeðlimir nákvæmlega þeim. Það var við Lilju Rafney og Sigurjón Þórðarson en líka Kristján Þór Snæbjarnarson, þingmann Samfylkingarinnar. Þarna fólk að véla að fullu afli mál sem að varða persónulega hagsmuni þeirra og fjölskylduna þeirra og maður furðar sig á því að fólk skuli leyfa sér að ganga jafn hart fram og þau gera núna. Sigurjón Þórðarson hefur reyndar haldið því fram að þetta frumvarp feli í sér smávægilega breytingar á kerfinu þegar ljóst af lestri frumvarpsins að það felur í raun í sér grundvallar breytingar á kerfinu í heild. Það stefnir í góðan þátt hjá okkur hér á vettvangi Spursmála þennan föstudaginn. Þau koma hingað að ræða fréttir vikunnar, þau Halla Gunnarsdóttir formaður VR og Frosti Logason sem heldur úti broadcastinu. Þau ætla að ræða fréttir af ýmsum vettvangi, bæði úr verkefnispólitíkinni en líka úr fjölmiðlunum. Við hlakka til að eiga það spjallið þau. En síðan koma þeir til mín hér í síðari hluta þáttarins Ragnar S. Kristjánsson, hagfræðingur hjá Viðskiptaráði og Frosti Sigurjónsson sem rekstrarhagfræðingur.
Frosti hefur skrifað bókina Hitamál sem að fjallar loftslagsbreytingar og hvernig við erum að takast á við þann vanda sem að þar blasir við okkur. Og Ragnar fór fyrir skýrslu sem að Viðskiptaráð birti nýverið hið svokallaða ETS, losunarkerfi Evrópusambandsins. Það að verða meira og meira íþyngjandi fyrir íslenska hagkerfið og mikilvæg fyrirtæki sem að starfa innan þess. Og við ætlum að fjalla það hvernig kerfið að hafa þessi áhrif og hvað til ráða til þess að vinda ofan af þeim vanda sem að kerfið virðist sjálft búa til. Fylgist þið með þessu, en áður en að því kemur, þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir að fara yfir það hvernig pólitíkin blasir við okkur á samfélagsmiðlunum. Halló, elsku bestu rjómabollurnar mínar, Þá næst mestu atvik ársins alveg að verða lokið. Allir útsprengdir og þandir og bjúaðir og ógislegir af einhverju bollu og saltkjötsáti fyrir allan peningin. Takk fyrir túkall. Já, svo eru bolluleifarnar í búðunum bara langt komnar og því fyrir hver að verða síðastur að næla sér í eina strámkeiðalega bollu til að gæða sér á þar til á næsta ári, sko. Já, ég skil samt svo innilega ekki hæpið, sko. Þessar vasteinsbollur, þær ættu náttúrulega bara ekki að vera til manneldis. Algjör óbjóður ef þú spyrð mig. Simmi Dabbi var alsæll með að mæta á þingflokksfund og fá að kjamsa þessum ekstra girnilegu bollum, skreyttum íslenska fánanum eins og föðurlandsritturunum í miðflokknum sæmir. Já, þeir eru ekkert að rugla með það neitt, sko. Annað en ríkisstjórnin sem gerir ekki annað en að rugla bæði í inn- og útfættum. Já, sko, það að vera útfættur, það er það sama að vera útlendingur. Íslendingar og útlendingar, já, þeir fá bara daglegt rugl beint í æð í boði ríkisstjórnarinnar og það er allir að verða brjála á því. Norðmenn, Bretar, já, bara allir basically. Það var líka brjálað bollufjör hjá Sjálfstæðisflokknum í vikunni en sjallamamman Guðrún Hafsteins færði þingflokknum bollur og þingdastjórnarlöggan Diljá Mist, hún var ekki glöð með þetta og hún vaktaði kyrfilega hversu margar bollur hver og einn át og bara taldi allt sem liðið lagði sér til munns. Sjáið til dæmis þennan, austurlenski konfektbólinn búinn með bollu og súkkulaðistykki. Uss. Já, allt þetta fólk á eftir að þakka henni seinna fyrir að vera að telja ofan í sig. Vonandi samt bara áður en það verður orðið baggi á kerfinu og óvart komið bara með alla lífstílssjúkdómana. Æ, Diljá, þú stendur þig svo vel. Talandi austurlenska konfektmálan, síðustu vikur hefur hann verið að deila svo ótrúlega skemmtilegu myndskeiðum á samfélagsmiðla. Ekkert eðlilega klári að edita svona vídjó, bara eins og úlíkarnir, sko. En Hebbi Gumm, hinn eini sanni, fór með stóra rullu í síðasta vídjói. Þeir frændurnir eru nefnilega svo ótrúlega sammála þessa, hvað maður að segja, skattsjúku og valdabrjálu ríkisstjórn. You can't walk away, sko. Í vikunni fóru Snúlli Más, Simmi Dabbi og Ingibjörg Davíðs alla leið á Ísafjörð. Sjáu sig krútt saman í flugvélinni. Whey! Snúlli las framsóknarfólki líka pistilinn í ræðustól Alþingis í vikunni og bleimaði Sigurð Inga fyrir þessa galopnu og mígleku landamæri sem að hafa svoleiðis dregið dilk á eftir sér fyrir þjóðina. Já. Það þarf auðvitað alltaf að vera einhver blóraböggull. Halla Hrund fór líka með eldræðu erlend vinnuafl. Allt fólki sem kemur hingað til lands og rænir okkur störfum og öllu steini léttara. Þú veist, já, ég meina þannig upplifir almenningur það allavega út á landi. En heyrðu, það er ekki allt, sko, því að svo keypti hún sér líka 2 kindur á dögunum. Já, enda ekki íslenskasti Íslendingur fyrir ekki neitt. Betra enda hjá Höllu Hrund en í Sláturfélagi Suðurland, sko. Kindakrútin heita, sko, Snæfríður og Guðríður og nú er fjölskyldan fullkomnuð. Já, hei! Síðustu helgi tapaði elsku Ingibjörg Isaksen fyrir Lilju Alfreðs í formannskjöri Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi hans, sko. 38. Halló Hafnarfjörður. Já, elsku. Það geti ekki allir farið með sigur úr bítum, En nú er búið að kveðja Sigurð Inga og Ingibjörg lætur sko engan bilbug á sig fá. Heldur safna á sér karmastigum í blóðbankanum í vikunni og nú munum bara vinna eitthvað annað. Kannski bara í Lúdó eða Jatsi eða eitthvað. Já, en við sendum bara hamingju og samúð og knúsa á þrennuna. Tokka Gunn var stödd á öryggisráðstefnu í München í vikunni og þar var nóg að vera, skal ég segja ykkur. Allt á yfirsnúningi eiginlega eða bara eins og hún kallaði það dýnamískir dagar. En Tokka náði nú með naumindum að króa sig af út í horni einhvers staðar til að taka símtöl og svona og guði sér lof, litla álagið á konunni. Nanna Gunnlaugs, miðflokksmadama og systir Simma Dabba er sko alveg með puttan á púlsinum. Hún sagði frá því að ár hestsins er nú gengið í garð í kínverskum hefðum og það boðar ekkert eðlilega gott fyrir miðflokkinn. Og er sko tákn framfarir og kraft og allt saman. Já, let's see bara,
Undur og stórmerki gerist í vikunni þegar líf loksins kviknaði á samfélagsmiðlum forsætisráðherra. Já, já. Hún deildi myndum af sér á góðra vinafundi með einhverjum norskum heldriborgurum. Æ, þið viti hvernig þeir. Þeir hafa svo gaman eða fyrir heimsókn frá yngri kynslóðunum. Þetta bara lífgar algjörlega upp á tilveruna. Partípæjan Rósa Guðbjarts skellti sér á Þorrablót í heimabæ sínum Hafnarfirði og dansaði gjörsamlega af sér raskatið. Alveg GG kvöld, sko. Inga Sæland klikkaði ekki á beinu útsendingunni í vikunni. Nei. Þetta kallar maður alvöru þjónustu við almenning. Hún kann prótókollið betur en allir. Meira sem betur en Ólafur Ragnar, sko. Brussel Búblu kaffihúsaklúbburinn kom saman í vikunni. Aldeilis frábær félagskapur þarna, sko. Simmi Gumm, Dagur, Þórdís Kolbrún og fleiri flottar stjórnmálakempur. Ekkert eðlilega gaman. Sjálfur kóngstitillinn greinilega farin að hafa massa áhrif á Pavel okkar. Sjáið hann, umvafinn kvenfólki. Alger kvenna segullleita krútt. Já, en svo tók hann líka eina sæta fríhafna sjálfi á leið sinni til Vínar. Hann bara sætastur. Jón Gnarr fór með sinni heittelskuðu Jóku í Prins Andrew leikhúsið. Nei, guð, Prins Andrew. Ég ætlaði að segja Prins Wales leikhúsið. Sorry, maður náttúrulega bara með Prins Andrew á heilanum þessa dagana. I wonder why, sko. En þau Jón og Jóka skemmtu sér alveg konunglega eins og sjá má. Ása Berglind náði þessu stórbrotna myndskeiði af óþreyjufullum stjórnarliðum og heilalausu samfélagsmiðlaskrolli á meðan á Íslandsmeistarar í málþófi iðkuðu sitt áhugamál í ræðustól Alþingis. Ég hef mestar áhyggjur af vöðvabólgunni sem þessir aumingjans menn munu fá eftir allt skrollið. Já, og sinaskeiðabólgu, þeir munu líklega fá hana líka. Þjást bara, þvílíkt, þumallinn alltaf í fullri vinnu. Í vikunni sagði Gummari að málþófsmeistararnir væru farnir að reima á sig skóna og að bara væru byrjaðir að undirbúa sig fyrir að toppa fyrra met. Já, ok, sjáum til. En svo senda líka Bryndísi Haralds væna pillu og maður bara vá, talandi að vera á skotskónum. En við skulum bara setja punktinn hérna. Góða helgi! Ósk minnihlutans akkúrat þetta. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Nýr og alrafmagnaður Kia EV4. Skrefinu á undan. Askja. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið sæl á nýju. Við ætlum hér að fara yfir fréttir vikunar með góðum gestum. Þeim Höllu Gunnarsdóttur sem formaður VFR og Frosta Logasyni sem fer fyrir broadcastinu sem við þekkjum flest. Komið sælblessuð. Sælblessaður. Gaman að fá ykkur hér á svæðið. Þetta ekki fyrsta sinn sem við köllum ykkur saman hér á vettvang. Við erum greinilega svona eiginlega gott heimi. Svakalegt og greinilega. Já, ég tek undir það. Ef eitthvað að virka, af hverju þá að hætta því? Einmitt. Þetta ekki síðasta sinn sem ég kalli ykkur saman hér á vettvang. Mér ákvað bara til að byrja með sama hættu hér í inngangi á þessu máli með Andrés Prins, fyrrverandi prins, hann það ekki lengur. Þetta mál, Epstein-skjölin, þetta virðist bara vinda upp á sig meira og meira þegar maður heldur að það get ekki gert það. Er þetta hápunkturinn núna? Mér finnst nú eiginlega að hafa vantað í þetta alla hápunktana hinga til. En auðvitað nú það er að vera að handtaka mann úr bresku konungshirðinni. Það hlýtur að vera einhvers konar hápunktur. En við vitum samt ekkert hvað máli snýst í raun og veru, eða nema hann er sagður hafa lekið einhverjum upplýsingum. En mér hefur fundist meðal umfang þessara skjala og umræðan og allt svona, þá vantar allt eitthvað svona konkrétt og það kannski tilkomið vegna þess að ég held ég hafi lesið einhvers staðar að það eru 3 milljónir skjala sem eru birt en það er öðrum 3 milljónum haldið eftir og það er mikið yfirstrikað. Þannig að mér finnst eiginlega áhugaverðara sko, hvað var skilið eftir, hvað voru það sem við fengum ekki að sjá.
Þannig að þetta er auðvitað mikið torf og mikið umfang en svona heildarmyndin er mjög óskýr. Já. Það er mér þótt. Halla, þú hefur kafað ofan í þessu skjöl, gerir ég ráð fyrir? Alveg legið yfir þessu. Þetta eru náttúrulega mjög sláandi fréttir sko á heildina og við erum að sjá þetta hérna svona hvernig svona elíta heimsins hefur svolítið rottað sig saman og talað sig saman hluti sem að varða í grunninn okkur öll sko. Við erum að sjá, það er náttúrulega mikið að gerast hérna í Bretlandi og við erum að sjá að fyrrum aðstoðar forsætisráðherra var að leka upplýsingum út af ríkisstjórnarfundum til sko hagsmunaaðila sem voru þá að fara að lobbya hans eigin ríkisstjórn, skilji. Við erum að sjá náttúrulega uppþótti í Noregi og ýmislegt í gangi í Evrópu en miklu minna í Bandaríkjunum. Þannig að við erum líka alveg eftir að sjá sko hvernig munu Epstein-skjölin spila út þar. En það hafa maður ekki talað að þetta sko það finnst öllum mjög líklegt að Jeffrey Epstein hafi verið einhvers konar útsendari Mossad leyniþjónustunnar af því að bara hvernig þetta er sett upp og hvernig hann safnar viðkvæmum upplýsingum þjóðarleiðtoga og getur haldið kúað á og svo framvegis. Vinnur systematist að því að komast í tengsl við allt þetta fólk. Já, en staðfestingar á þessu, ég tek fram, mér finnst það alveg trúleg kenning að hann sé einhvers konar útsendari Mossad, en staðfestingar á því hafa ekki komið fram í þessum skjölum sem við séð. Og það er allavega þá, ef að svo að þá hefur því ennþá verið haldið frá okkur. Þú nefnir Bandaríkjunum, þar hefur þetta verið sótt hart að Donald Trump, en það hefur líka verið sótt að Clinton hjónunum sem hafa neitað að koma og bera vitni fyrir þinginu. Svo hafa ótrúlegustu menn flækst inn í þetta, Alan Dershowitz, prófessor í Harvard, kom inn í þetta mál snemma, Noam Chomsky af öllum mönnum, guð í hópi réttlætisriddara heimsins. Stephen Hawkins, eðlisfræðingur. Hann inn í þessu líka. Ég hef ekki náttúrulega að fylgjast nógu vel með þessu sko, en þetta er alveg rosalegt sko. Það er merkilegt hversu mörgum hann hefur náð til þessari eyju. Og hversu margir voru líka í sambandi við hann eftir að það er búið að sakfella hann fyrir einhverju ógeðslegustu glæpi sem hægt er að fremja sko. Og þá er fólk ennþá bara hann hefur einhvern veginn náð að miðja sig í þessari svona valda elítu heimsins. Sjáum ekki hann fyrir enda með Keir Starmer, forsætisráðherra Breta sem að skipaði Mendelsohn sendiherra í Washington þrátt fyrir að það væri vitneskja að hann hefði verið í slagtogi þennan mann. Eitthvað bendir til þess að þessi handtak á prinsinum fyrirvændi núna tengist upplýsingarleika sem að tegi sig upp til Íslands í kjölfar bankarhrunsins. Það væri auðvitað rosalegt ef að bankarhrunið á Íslandi 2008 er til þess að fella þennan mann endanlega stalli. Það er náttúrulega svolítið merkilegt að Keir Starmer sem hefur auðvitað verið svona átt mjög undir högg að sækja í sinni forsætisráðherra tíð að þetta er eiginlega það mál sem hefur veikt hann mest og það enda með að hann lætur loksins starfsmannastjóra sem fara sem náttúrulega margir hafa verið svona ósáttir við í langan tíma. En þá var þetta eitthvað svona taktík hjá Morgan McSweeney, gerði Mandelson sendiherra, hann verður í góðum tengslu við Trump og það verður betra fyrir okkur sko, en vissi samt hver áhættan var. Já. Þetta þessi skjöl sem að haldi verið eftir að þetta eitt að dúka upp, manni hefur þótt eins og menn séu að senda þetta út í smáskömmtum, þetta að einhver liti neittir til þess út af framvindu mála en kannski verður þetta bara vofandi yfir okkur hér á komandi árum. Já, það er óskandi, það er vonandi að allt verði birt en svona að því að maður er eldri en 2 vetur hér sko, þá er allar líkur á því að við fáum aldrei að vita alla stóru söguna, heilu myndina. Það er alltaf þannig. Eitt stóra vandamáli því sambætt er auðvitað svo staðreynd að Epstein er látinn, hann er sagður að hafa fyrirfarið sér í fangaklefa í Bandaríkjunum en maður er eiginlega farin að efast það líka. Já, það hefði átt sér eitthvað annan aðdraganda en einmitt hann. Lengi hefur það þótt mjög ótrúlegt að hann hafi farið með sjálfsvíg og núna er meira að komið svona byr undir vængi sko, sú saga að hann hreinlega honum hafi verið skipt út, hann hafi fengið að komast undan og sé bara einhvers staðar í Ísrael eða einhvers staðar þar sem hann hafi sett á svið dauða sinn. Það er miðal við sko umfangið og tengslin og bara þetta net sem að þessi maður bjó yfir, þá útilokar maður ekkert í þessu samhengi. Þetta er ótrúlegt mál. Verður forvitnilegt að sjá hvernig þetta spila síðan innan bresku hirðarinnar. Karl var snöggur að hrinda bróður sinu bara fyrir lestina ef hann gerði ekki þá þegar sjálfur. Þau fyrir að segja algjörlega tengslum við manninn.
Amma mín var svo mikil konungsinni og svo mikil royalisti, ég er svo fegin að hún lifði ekki að sjá þetta, sko, bæði Noregur og Bretland einhvern veginn. Já, og greiði gamla, Elisabeth, blessunin, sem betur fer, lifði hún ekki til að sjá þetta, því að hann var alltaf í svo miklu uppáhaldi og henni, en hérna... Hún hefur ekki verið mannþekkjari. Nei, og frétta myndin af, honum Andrési sem var birt í gær, þetta náttúrulega fer í bækurnar sem einhver magnast að frétta ljósmynd ársins. Það sem á myndin á honum í gegnum framrúðuna og í aftursætið. Nú er þetta maður sem búið að mynda örugglega milljónum skipta. Hann hefur séð oft áður myndir af fólki sem teknar í gegnum þetta sjónarhorn. Það er undarlegt að hann leyfi sér að setja upp þessi svipbrigði þó hann sé komin inn í bílinn. Já, bara líklega hefur verið í einhver algjör áfalli, sko. Þetta lítur þannig út. Þú nefndir norsku konungsfjölskylduna. Það var nú verið að kjósa það í norska þinginu á sama tíma og þetta kom upp. Hvort að menn vildu halda í konungsveldið ekki, það var mikill stuðningur við það. En þau eru bæði með þessi Epstein-skjöl og síðan er sonur prinsessuna sem verður væntanlega drottning Noregs innan einhver ára. Hann er fyrir dómstólum vegna margra nauðganakæra, líkamsárása, fíkniefnamis-ferlis og annars. Verður Hákon krónprins ekki bara að skila Mette-Marit? Er það hægt? Já, fólk getur skilið. Men er hægt að sitja uppi með svona fólk inn í höllinni? Mun norskur almenningur sætta sig við það? Það er spurning. Já, það er ekki gott að segja. Ég held að ég hef aldrei svona í kjarnan, svona í grunninn skilið, þú veit, af því að við höfum ekki verið með konungsfólk hérna, síðustu svona áratugina minnstakosti. Ég held ég hef aldrei skilið, sko, þetta tilfinningasamband sem að Danir og Norðmenn hafa við konungsfólkið. Það virðist vera mjög djúpstætt. Við fannum þetta líka í bjóði í Bretlandi, það meiri segja, eitt sem var Jeremy Corbyn, af því að hann var svona lýðveldissinni, þá hneigði hann sig ekki fyrir drottningunni og þetta voru talin bara einhver mestu mistök hans, sko, gagnvart bara svona pólitísku mistök, að bara sökka þetta upp, hneigðu þig, þetta er drottningin, en þannig að þetta er rosalega heitt einhvern veginn í þessum þjóðum sem að eiga sína royala. Já, þetta er snúin staða fyrir Hákon. Ég held að það væri kannski ekki rosalega vel séð ef hann myndi bara dömpa henni fyrir til þess að fría sig frá þessu. Ábyrgð. Svona, en þú veist, vissulega er það alveg punktur. Það getur vel verið að það sé það sem þurfi að koma til. Og það er líka staðreynd ef maður horfir enn lengra fram í tíman að dóttir Mette-Maritar og systir misindismannsins mun verða drottning Noregs í fyllingu tímans. Þannig að auðvitað tengist þetta fólk blóðböndum sem ekki verður skilið frá úr þessu. Nei. En að öllu skemmtilegri málum. Alþýðusambandið sem að tók sér til reynda 7. janúar og sendi frá sér dæmalausa yfirlýsingu aðgerðir Bandaríkjastjórnar í Venesúela. Lét loksins að því verða að senda frá sér yfirlýsingu innlend málefni hagkerfisins íslenska núna á miðvikudaginn. Halla, geturðu sett okkur aðeins inn í það? Hvað eru það að hugsa í miðstjórninni í þessum efnum? Já, ég get gert það. Miðstjórn ASÍ er með nokkra svona nefndir á sínum snærum, svona fasta nefndir sem að taka ákveðna málaflokka og það er á meðal efnahags- og skattanefnd sem ég fer fyrir. Og við fórum á fundi nýlega bara svolítið ítarlega yfir stöðu efnahagsmála. Nú er náttúrulega komin 2 ár síðan að kjarasamningar voru undirritaðir, það eru 2 ár eftir ef að ekkert bregður út af. Og fórum bara svolítið yfir, þú veist, hverju þróunin verið á launum, á verðlagi, á gjaldskrám, á gjöldum, þú veist, öllu þessu sem að snertir okkur dagstæðlega. Og þetta var ekkert rosalega björt mynd, þannig að við ákvaðum svona að setja svolítið saman svona skoðun okkar á þessu. Þetta spilaði líka inn í þessar hækkanir, þessar verðbólguhækkanir sem við höfum að sjá undanfarna vikur og síðan þessi svona skrýtna nálgun að kannski mest aðstoða seðlabankastjóra sem að fóru að beina spjótum að kjarasamningsbundnu launahækkunum. Þeir sem að muna 2 ár aftur í tíman vita að þessir kjarasamningar voru gerðir algjörlega eftir forskrift seðlabankans. Launahækkanirnir voru bara í takti við það sem seðlabankinn sagði og það skýtur svolítið skökku við að þeirra hávextastefna dálítið komin í þrot og það var bara að fara að skjóta eitthvað annað, sko. Þannig að við erum svolítið að mótmæla þessu og Þið hafnið því bara að kjarasamningsbundnar hækkanir hafi kynnt undir
hækkandi verðlag. Já, það er bara augljóst að það er ekki gert það. Hvernig getur þið haldið því fram? 3,5% launahækkanir í þessari verðbólgu gera það. Það eru ekki orsakir, geta ekki orsakað þessa verðbólgu sem er núna. Hún er mestmegnis komin til vegna húsnæðismálana, alltaf úrlestis í húsnæðismálum og svo þetta verðhækkana fyrirtækja sem eru sum hækka verða þegar geta ekki annað. En svo eru líka sem hækka verða þegar við geta það á verðbólgutímum. Þetta er ekki bara 3,5%, það hefur líka í síðustu samningu verið samið sérstaka krónutöluhækkanir fyrir lægstu hópana. Og þið bendið á launaskriði að það sé miklu hærra heldur en í raun og veru kjarasamningsbundnu hækkanirnar. En launaskriði kemur upp launastigan þegar að hálaunafólkið sér lægst launaða fólkið hækka umfram þessar prósentuhækkanir í krónutöluhækkun. Það er náttúrulega ákvarðanir sem verkalýðshreyfingin getur ekki borið ábyrgð á, sko. En svo höfum við í VR höfum verið aðeins gagnrýnin á launavísitöluna sem mælitæki. Vegna þess að hún mælir tímakaup. Og þá getur breytingar á vinnutíma til dæmis haft mjög mikil áhrif. Þannig að við höfum viljað skoða hvað er fólk að fá frá mánuði til mánaðar. Og síðan höfum við líka viljað kafa hans betur ofan í hvar nákvæmlega er þetta launaskrið. Og við vitum auðvitað að munur opinberu og almenna markaðnum, en hvar annars það liggur þetta, og það er vinna sem við erum bara að hefja núna til að reyna að skilja nákvæmlega hvar þetta launaskrið liggur og hvernig það er að koma fram. En það er náttúrulega þannig núna að fólk sem að skuldar og fólk sem að leigir, það er mjög aðþrengt, bara mjög aðþrengt. Á meðan að fólk sem á kannski einhvern smá í banka, það er að það gengur miklu betur á þeim. Það er mjög góðs af háum vöxtum. Þau njóta mjög góðs af háum vöxtum. Og þessi skipting sem er að verða til, og að þetta er nú búið að vera 3 ára tímabil, þetta er ekki bara eitthvað svona 1 ár og sultarólin eitthvað 1 ár, þetta er komið 3 ár af mjög háum stýrivöxtum. Og þetta eru svona afleiðingarnar sem þessi stefna er að hafa og við erum að velta því upp, er þetta virka? Við höldum ekki. En Seðlabankinn að segja við ætlum bara að halda vöxtunum háum á meðan að verðbólgan fer ekki niður. Við munum jafnvel hækka þá ef að það sýttir enn frekar í árin. Við erum að fá mælingu núna 27. febrúar á vísitölu neysluverðs. Hvað viljið þið gera? Viljið að Seðlabankinn lækki vextina með afgerandi hætti? Sko við höfum verið að segja að minnsta kosti og þetta er náttúrulega líka bara frjó umræða sem er í gangi erlendis þetta stýrivaxtatæki. Og þetta er innan gæsalappa eina tæki sem Seðlabankinn á. En ég get áhrifamesta kannski. Já, svona megintækið sem að Seðlabankinn á. En ég get ekki séð það að halda áfram að kreista skuldur á leigjendur síðan fara að ná verðbólgu niður sem kemur til vegna verðhækkana, hitaveitu, vörugjalda, skilji. Þannig að einhvern veginn þá hlýtur að þurfa að skoða eitthvað aðeins betur í tækjabóksinn. Þeir eru þetta líka að kreista fyrirtækin. Vextirnir hafa áhrif ekki aðeins á einstaklinga, heldur líka fyrirtækin. Heldur betur. Er ekki hætt við að ef að þeir lækki vextina með afgerandi hætti þannig að það komi fólki vel að þá fari hagkerfið á þann yfirsnúning sem að menn hafa verið að reyna að dempa. Það er það sem er óttast sko, en eins og staðan er núna. En óttast þið það ekki líka? Nei, það er ekki svona meginóttin minn sko, en meginóttin minn lítur af því að fólk er að bugast undan alltaf hárri vaxtabyrði, þið veitir, það er hópurinn sem ég er að hugsa og það eru verða til peningar annars staðar á sama tíma, skilji. En þessi hópur er líka að bugast út af hækkandi verðlagi. Fólk maður sér bara hvernig matarkarfan er að hækka. Fólk fer ekki út í búð fyrir minna en 15 skall. Sko. Nei, og þá komum við aftur að því, sko, af hverju er matarkarfan að hækka? Hún hækkar núna, hún að hækka mest út af innlendri vöru. Og sem af hverju innlend var að hækka svona mikið? Auðvitað hefur orkukostnaður getur haft áhrif á innlenda framleiðslu. Laun hafa hækkað? Já, laun hafa hækkað, en kjarasamningsbundin laun hafa ekki hækkað til að halda í við þetta verðlag. Og allir helstu útgjaldaliðir hafa hækkað miklu meir en laun. Sko. Þannig að og festi og hagar sem að stýra miklu leyti verðlagningunni í landinu, þau eru að segja við áttum frábært ár í fyrra og bara aldrei verið betra. Þannig að það er ýmislegt í gangi í þjóðfélaginu sem þarf einhvern veginn að horfa inn í ef við ætlum að takast á við verðbólguna. Og svo líka út á húsnæðismálunum að háu vextirnir hafa náttúrulega rosalega slæm áhrif á þörfina fyrir húsnæðisuppbyggingu og við vorum nú bara fyrir 2 vikum síðan héldum opinn fund ásamt samtökum iðnaðarins þar sem var stærstu samtök atvinnurekenda og stærstu samtök launafólks koma saman og setja fram svona ákveðna sameiginlega sýn og sameiginlega kröfur. Og það er þannig að ef að verktakar sleppa því að byggja hús núna, þá er það verðbólgu í framtíðinni. En ef að þeir byggja hús núna og velta öllu út í verðlagið, háu vöxtunum og gjöldunum og öllu, þá er það verðbólga í dag. Þannig að þetta er einhver vítahringur sem við erum svolítið að kalla eftir því að
þurfi að brjóta upp. Af því að húsnæðismál eru ennþá 40% af verðbólgunni. Þetta alveg, einmitt, mér finnst vandinn í þessa umræðu þetta með áhrifaþætti á verðbólguna þetta ríkisútgjöldin. Þessi ríkisstjórn ákvað auka 140 milljarða var það ekki. Á þessu ári og það sem að fjölskyldufólk sem að tala við og finnur fyrir upplýður bara mikil svik því að það var lagt af stað með þetta stjórnarsamstarf sem mikið svona það var aðhaldsríkisstjórn, þeir munið þetta að berja niður vextina og allt þetta en það hefur ekkert gerst nema hækkanir og verðbólgan hefur hækkað og gjöld hafa hækkað bæði hjá ríki og borg. Já, aðhaldið er slíkt að það verður auglýst ríkisstarfsmanni sem á að finna sér verkefni. Einmitt og nóg af þeim og þetta já eins og ég segi, fólk bara að horfa á eignina sína eða átti eitthvað í íbúðunum, bara að vera að jetna upp fyrir hver mánaðamót og mér finnst vantar svolítið að tala það hvernig ríkisstjórnin, hvað áhrif hún hefði geta kælt þetta með því að halda að sér höndum og ekki auka útgjöldin. Það var einhvern veginn alveg svikið því miður. Við höfum bent á það hér á þessum vettvangi áður og ég vísaði þessa yfirlýsingu ykkar frá 7. janúar Venezuela og handtökun á Maduro. Það hefur ekkert heyrst mikið í ykkur þessi mál. Það er allt annar tónn í verkefnishreyfingunni núna gagnvart ríkisstjórninni og þeim aðgerðum sem þau eru að grípa til með fjárlagavinnunni og öðru slíku heldur en maður upplifði gagnvart ríkisstjórninni sem satt til 2024. Er það að fara vettlingatökum þessi stjórnvöld af einhverjum tiltökum ástæðum? Já, við tala bara út á sjálfri mér, þá held ég nú að við í VR höfum verið alveg gríðarlega mikið aðhald á ríkisstjórnina, í öllum þeim málum. Hvað er forseti Alþýðusambandsins? Ég meina, við höfum bara þurft að auglýsa eftir og við höfum bara fann að óttast hvað hann væri niður komin. Hann hefur nú alveg komið fram og hann var nú til dæmis að taka mjög duglegan slag út af þessum atvinnuleysisfrumvarpum daginn. Þannig að og innan ASÍ umræðan þessa þætti og ég er nú ekki með ályktanir miðstjórnar fyrir fram að mig en ef það er rétt að hún hafi ekkert ályktað á þessu ári efnahagsmálin þá var það auðvitað bara umhugsunarefni, ég tek alveg undir það. En við í VR höfum verið á fullu í aðhaldi og í að búa til þekkingu efnahagsmálum út frá sjónarhóli launafólks. Við höfum haldið bara fundi og málþing og ég veit ekki hvað og hvað. En mér langar að segja með ríkisútgjöldin, ég er sammála því að mér hefur fundist vanta víðtækari þrýsting á stjórnvöld að þau gera það sem þau geta til þess að draga verðbólgunni. Það er ekkert sem bendir til þess að þessi verðbólga sé til komin vegna ríkisútgjalda eða það að ríkisútgjöld sé einhver megin þáttur í henni. Ríkisútgjöld eru samt alltaf megin þáttur. En það sem þú ert að boða nei, þau eru það ekki alltaf Það sem þú ert að boða þessa svona aðhaldsstefnu til þess að koma sér út úr verðbólgunni að það ásamt niðurskurðarstefnu og svona ásamt hávaxtastefnu og niðurbroti réttindi launafólks er það sem að kalla austerity og það hefur ekki virkað vel í að koma efnahag landa út úr vanda. Þannig að ég myndi setja spurningamerki við það. Já, og svo sérðu bara hvernig það kemur út, maður heyrir ákalli frá Landspítala, maður svona sér En snýst þetta ekki meðferð fjármuna frekar heldur en að það að draga úr mikilvægum verkefnum? Við horfum upp á, til dæmis þetta dæmi með fjölmiðla, sem lítið dæmi reyndar, þetta er 7 manna stofnun sem enginn þörf fyrir. Það eru, held ég hátt í 10 manns norður og Akureyri á einhverju jafnréttisstofu sem að skilar engu. Mannréttindastofnun sem var stofnuð í fyrra. Skilar engu fyrir Íslands samfélag. Við erum síðan með dæmi til dæmis frá Reykjavíkurborg þar sem að menn eru búin að ausa 3,2 milljörðum í ónýta leikskólabyggingu. Þannig að maður spyr sig, alltaf þegar menn kalla eftir því að það sé farið betur með opinbert fé, þá rísa fram öflugir hagsmunaaðilar og segja, það er ekki vandamálið, ef þið eru að boða þessa hugmynd, þá eru þið að tala fyrir því að skerða réttindi þeirra sem höllustu fæti standa. Öll fyrirtæki sem lenda í rekstrarerfiðleikum og rekstrarerfiðleikar eru skilgreindi þannig að þú sért með hærri gjöld hefur tekjur og ríkið er þannig og borgin hefur verið þannig árum saman að þá grípa menn til aðgerða til þess að snúa því við ná jafnvæginu. Við þurfum ekki öll að leggjast á eitt það að þetta jafnvægi náist án þess að það sé bara pumpað meira og meira úr vösum almennings og fyrirtæki. En ríkisfjármál lúta ekki sömu lögmálum og fyrirtækjabókhald eða heimilisbókhald. Þannig að það gerir þennan samanburð svolítið erfiðan. Ríki verða að lokum gjaldþrota ef þau skila alltaf
tapið. Ríki hafa orðið gjaldþrota einmitt að þeirra ástæðu, þannig að þau lúta einmitt sömu lögmálum. Nei, þau lúta náttúrulega ekki sömu lögmálum. Það Af hverju ekki? að vegna þess að sko, ríki eru náttúrulega með skattlagningarvald, þau eru með peningaprentunarvald, þau lúta ekki sömu lögmálum. Þau verða gjaldþrota. Og en mér langar að segja sko, þið eru með einhverjum svona stofnanir á heilanum sem fara eitthvað í töðunar ykkur og þið meðlega hafa þær skoðanir. Nei, fjárhúsið. Ég er ekki alveg sammála því, en það skiptir ekki öllu máli. En þó að þið myndir leggja þetta allt saman niður, fjölmiðlanefndina sem að þið fáið báðir fjármuni frá jafnréttisstofu. Við fáum ekki krónu frá fjölmiðlunum, frá þessi sætt við fáum það frá skattgreiðendum. Já, en sem að sinnir því hlutverki að útdeila peningunum. Það eru 7 manns það sem að hefði verið hægt að færa bara stöðugildin yfir að bráðamóttöku. Þóttu myndu loka þessu öllu saman, þá myndi það breyta rosalega litlu í fjármálum ríkisins. Þetta eru mörg 100 milljónir. Ef þú ætlar að breyta einhverju að heiti geti í fjármálum ríkisins, þá það inn í heilbrigðiskerfinu og þá það inn í menntakerfinu. Og minnst aðhald mikilvægt og þetta með þessar leikskólabyggingar og við eigum að fara vel með opinbert fé og það á að vera aðhald og þið að sinna því og ég á að sinna því og við eigum öll að sinna því en við eigum samt ekki að láta eins og við værum á einhverjum allt öðrum stað ef það væri ekki til fjölmiðlanefnd, peningalega. Það snýst það er ekki rétt. Með peninga. Nú var verið að birta fréttir til dæmis frá úr Ölfusi, það sem að sveitarfélaginu tekst að skila afgangi upp á rúman milljarð og þeir eru að gera leikskóla vistina gjaldfrjálsa fyrir alla. Þannig að það er augljóst dæmi um það ef þú ferð vel með fjármuni að þá getur þú gert meira fyrir fólk fyrir jafnvel minni pening. Sko það vantar enda talsvert inn í leikskólasöguna þar af því að það talað 36 stunda gjaldfrjálsa leikskóla eins og í Reykjavík sem að Reykjavík er að búa núna en það vantar sko hvað með tímana umfram það og það þau veitir það snýst þetta allt núna þetta orðin einhver svona ný hugmynd að einhver hluti að vera gjaldfrjáls og svo séu tímana yfir umfram það rosalega dýrir en ef að það tekst að halda því í lágmarki þá bara klappa ég fyrir En þetta ekki fagnaðarefni? Við hefum eftir að vantar útfærsluna. Við vitum ekki hvað tímanir umfram 36 stundir kosta. En það eru til sveitarfélög, sem ég nefni, eins og Ölfus, sem að skila jákvæðar afkomu og geta skilað því til sinna íbúa með þessum breytingum, hvað sem að það gengi nógu langt eða ekki. Þannig að spurningin þessi, er ekki óheppilegt þetta viðhorf að segja, þó að hér sé stofnun með 10 óþarfa starfsmenn, eða kannski verkefni sem að mætti missa sín ef að hægt að bæta í stöðun á bráðamóttökunni. Er ekki óheppilegt þetta við að segja, þetta skiptir einhver máli í heildarsamhenginu? Þetta er 200 milljónir. Ef það er ekki hægt að skera niður í svona einhverjum krúsidúlustofnunum sem eru einhver hugðarefni sérvitus fólks, þá þú að byrja einhvers staðar. Ef þú getur ekki skorið niður þar, þá náttúrulega skerðu hvergi niður. Þannig að þetta er bara þessi hugsunarháttur svolítið skakkur á mér fyrir. Já, en þið eruð að presentera þetta inn í einhver umræðu stóru línunar í efnahagsmálum og það er það sem ég er að benda á að virki ekki. Því að það getur vel verið að setja einhver að nút og hlusta, já, ef það væri ekki ráðulega einhver í fjölmiðlanefnd þá færi bara verðbólga niður og vextirnir niður, og það er bara ekki rétt, Það dregur úr þenslu á vinnumarkaði ef að ríkið á meðan að fyrirtækin í landinu eru sífellt að fækka fólki, meðal annars félagsmenn hjá þér, það er aukið atvinnuleysi inn í VR, að þá er ríkið að þenjast út ræður fólk í hverju mánuði og þið sjáuð ekkert aðtöðast við það. Og keyri launaþróunin áfram, leiðir í raun og launaþróunin. En þú hlýtur af áhyggjur af því að ríkið sé að ráða til sín fólk á sama tíma og þínir félagsmennir að missa vinnu. Ég hef ekki áhyggjur af því að ríkið sé að ráða starfsmanni fjölmiðlanefnd, nei, en ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi og ég hef áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi samhliða aukinni verðbólgu. En finnst þér þetta skipta máli eins og þetta sem að ég lýsi hér að starfsmaðurinn eigi að finna sér það verkefni hvernig auka megi þekkingu almennings á nýrri tækni? Heldur að þetta skilir sér einhverju fyrir Íslands samfélag? Ég er bara ekki nógu vel að mér í verkefni fjölmiðlanefndar. Þið eru það greinilega og hafið sterkar skoðanir. Það er bara þetta að eiga við þessa algjörlega óþörfu stofnun sem að þvælist fyrir almennum fjölmiðlum meðan að menn dæla meira og meira fyrir inn í ríkisútvarpið. En þetta er náttúrulega umræða sem að þú verður að bera virðingu fyrir því að ég lifi ekki og hræðist í. Þannig að ég ætla ekki að demba mér ofan í hana En ég er meira svona að tala þessa stóru drætti og þú veist og við þurfum að vita þegar við erum að vandamálagreina efnahagslífið, þá þurfum við að passa okkur að nota ekki bara einhverja kenningar eða hugmyndir sem halda ekki vatni. Við þurfum að skoða nákvæmlega hvað er að gerast. Ef kenningar halda vatni eða ríkisútgjöld aukin ríkisútgjöld eru aukin þensla þó þau heitir ríkisútgjöld. Ríkisútgjöld geta bara haft ólíka áhrif á hagkerfi á ólíkum tímum. Já. Og stundum þarf að draga þau saman en stundum er ekki lægi að gefa í. Það getur hjálpað að gefa í. Það er ekki hægt að gefa í þegar þú ert að reyna að draga úr þenslunni í hagkerfinu. Já, það er augljóst. En svo ég er ekkert sammála því að það sé einhver rosaleg merki að sé vera að gefa eitthvað brjálæðislega í mér er
þvert á móti fundist eins og þessi sko niðurskurðarkrafa á Landspítala vera mjög mikið ágefni. Já, hún algjörlega sturluð í ljósi þess að menn dæla síðan peningum inn í aðra stofnun. Ríkisútvarpið fær bara mörg hundruð milljónir aukalega á hverju ári. Það er verið að auka í hjá Jafnréttisstofu, Fjölmiðlanefnd og hinn á þessu, á meðan ekki er hægt að setja pening í Landspítalann, sko. Það hefur verið þannig að þegar svona niðurskurðar glaðir stjórnmálamenn fara af stað og ætla inn í ríkisbókhald og aldeilis að taka til hendinni, þá hafa þeir oft skilavoðlega litlu, sko, af því að þeir rekast á það að þetta nú kannski ekki allt saman svona rosalega ofaldið. Þessum erum við með verðbólgu og þessum erum við með illa rekið ríkisfang. Það er þín kenning, sko, ég tek ekki undir hana. Hún blasir við. Eitt annað, þið voruð að birta áhugaverðar tölur hjá VR, þið hafi verið að greina í raun og veru út frá launahækkunum sem að gengu yfir markaði núna áramótin og hvernig Reykjavíkurborg sérstaklega, þeir þetta nefnið að fleiri sveitafélög sé að stunda samanljóta leikinn, getur það sagt okkur hvernig þið teiknið þá myndu upp? Já, sko, við undirritun síðustu kjarasamninga, og auðvitað þegar maður í kjarabaráttu eins og þú þekkir sjálfur, þá er mann annars vegar að takast á sko hlutdeild launafólksins í verðmætasköpuninni og halda því og svona, en síðan eru auðvitað líka að takast á að krónurnar sem við fáum í vasan að þær sé ekki teknar jafn óðum og settar í eitthvað annað. Og verkalýðshreyfingin tók náttúrulega og launafólk í landinu tók mikla áhættu með síðustu kjarasamningum, þar sem samið launahækkanir undir verðbólgu og á verðbólgutímum og á tímum í hárra stýrivaxta. En þá kom einhver díll frá stjórnvöldum á móti og ríki og sveitarfélög segja við ætlum að gera ákveðna hluti, og eitt af því voru gjaldfrjálsar skólamáltíðir og svo ætlaðu þeir að taka til hendinni í húsnæðismálum og svo segja sveitarfélögin og við ætlum að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og bara fyrsta árið bara hreinlega ekki meira en 3,5%, svo ætlum við að stilla þeim í hóf út samningstíman og sérstaklega huga að barnafjölskyldum. Við ætlum sérstaklega að passa upp á þær. En síðan hefur reyndin verið að hvert sveitarfélag á fætur öðru að snarhækka álögur á barnafólk, einkum og sérílega í gegnum leikskólana og þá sérstaklega á vinnandi foreldra, á fólk sem í fullri vinnu og ekki í stöðu til þess að sækja börnin fyrir eða stytta vistunartíma barnanna. Ekki ef nú opinbera í styttingu vinnuvikunnar? Já, til dæmis. Og síðan auðvitað tókum við eftir því verðbólgutölunum sem kom í desember, þá allt í einu kemur eitthvað svona skot, sko, og við bara, og í langa tíma höfum við verið að fylgjast með verðþróun á bæði rafmagn og hita sem núna sko annar mesti áhrifaþátturinn í því að verðbólgan hækkar. Ekki stærsti hlutin af henni en annar mesti áhrifaþátturinn. Þú ert að vísa í hækkanir Veitna frá því í desember? Já, frá því í desember og þá fórum við og lögðumst yfir gögnin og við sáum bara að byrju Veitur hækkuðu gjaldskrárnar sínar 3 sinnum árið 2025 og mest þarna í desember og það fer beint inn í verðbólgutöluna þó að það sjáist ekki á reikningunum þeim. Og þetta er fyrirtæki eigu borgarinnar? Þetta er fyrirtæki eigu Orkuveitunar sem er eigu borgarinnar, Akraness og Borgarbyggðar. Eigu borgarinnar? Akraness og Borgarnes eru með... Já, ég veit það, en þetta eru þau sveitafélög sem fá arðgreiðslurnar út og þetta er það, og fólki í þessum sveitafélögum og höfuðborgarsvæðinu almennt er fólki sem þarf að borga þetta í gegnum hitaveitukostnaðinn sinn. Og þannig að þarna sjáum við sko mjög stóra pósta og heita vatnið er náttúrulega einokun í sjálfu sér. Þú slekkur ekki, þú skrúar ekki bara fyrir kranan eða skiptir þannig að fólk hefur ekkert val og þess vegna við kalla þetta dulda skattheimtu. Þetta er ekkert annað. Orkuveitan er búin að greiða út arð til eigenda sína og segir svo við þurfum að standa í framkvæmdum þannig að við þurfum að rukka ykkur í gegnum gjaldskrárnar ykkar fyrir að við þurfum að leita nýju heitu vatni í einhvern hverfum og eitthvað svona. Og þetta er náttúrulega ekkert annað en skattheimta og bara ný tegundur af skattheimtu. Og þá fórum við að rýna núna þegar Reykjavíkurborg kynnt þessar breytingar á leikskólagjöldum núna í þessari viku. Þar sem að vísu hafði náðist talsverður árangur í okkar hagsmunabaráttu að tryggja að hækkanirnar eru ekki eins brjálæðislegar og þær átt að vera. Því að upprunalega áttu að vera á bilinu 50–180% eftir fjölskylduaðstæðum og tekjum. En við náðum að ná því svolítið niður en þau hækka enga síður. Og þá fórum við að líta á svo tekur inn sorpið og náttúrulega fasteignagjöldin og svo er eitthvað endurvinnslugjald og þá sjáum við það, ef við tökum sem dæmi hjón með eitt barnafólki sem átt að passa í gegnum þessa kjarasamninga, að þau fengu sína kjarasamningsbundnu launahækkun núna 1. janúar sem skilar þeim samanlagt tæpum 50.000 kalli á mánuði í vasan út af breytingum og tekjuskattskerfinu og einhverju fleiru. Þannig að þau fá tæpa 50.000 kall aukalega til ráðstöfunar. Og svo förum við og skoðum þessar gjaldskrár borgarinnar sem allar hafa hækkað umfram verðbólgu og langt umfram einhver 3,5%.
Og það allt getið upp. Þá sjáum við að borgin, bara borgin, að taka 20% af þessari kjarasamningsbundnu hækkun þeirra á þessu ári. Að því gefna þessar leikskólabreytingar gangi í gegn. Það 10.000 kall? Og já, það eitthvað svo leiðis. Og þannig að þú ert komið borgin sem tekur þetta og þá ég ekki meina skil í gegnum útsvar, heldur bara í gegnum aukingjöld. Svo ertu náttúrulega auðvitað með tryggingafyrirtæki þarf að fá aðeins meira og þú þarft að borga meira út í búð og stýrivextirnir haldast svona háir og eitthvað svona. Þannig að það er rosalega mikið sem hverfur úr höndum fólks. Við tókum borgin út fyrir sviga út af þessu dæmi veitur og leikskólana núna. Orkukostnaður hefur hækkað mjög víðerland og það var alveg svakalega. Gjöld hafa hækkað mjög víðerland og leikskólagjöld hækka mjög víða. Nú endurskoðun kjarasamningana framöndan í haust. Já. Í ágúst eða september. Ágúst er það ekki, byrja svo vinna þá? Tölunar í ágúst og endurskoðun í september. Hefur áhyggjur af þessu? Hætt á því að samningarnir rakni upp að þessu sinni? Sko, þú veist, þeir sem eru svona að spá fyrir verðbólgu, þeir halda að hún fari niður með vorinu. En eitt er verðbólga, en annað eru fyrirheit sem að menn gefi ykkur og standa ekki við. Já, forsenduákvæðin bara er ekki nógu sterk til þess að við getum slitið kjarasamningum á þeim grunni. Við erum bara með þetta verðbólguákvæði og ekkert annað. Það verður áhugavert að fylgjast með því. Við erum að falla á tíma hér, við getum ekki haldið fólki allan föstudaginn. Hvað haldið þið með, kannski þannig við förum aftur út í heim, það er verið að byggja upp þennan mikla herafla í kringum Íran. Menn að velta þessu hvort að Trump fari þar inn núna helgina. Hver er spáið það? Hvernig lítur þetta út? Já, svona það leit henni út bara fyrir nokkru vikum þegar öll þessi skip voru komin á stað og allt þetta en það eru svakalega aðgerð ef að Bandaríkin færu í innrás í Íran. Mér finnst það ekkert mjög líklegt sko, þannig séð. Economist var að segja í morgun að ef Trump ger ekki þessar árásir þá sem hann búinn að tapa störukeppninni við æstaklerkin. Já. Það er ekki gott að segja, hvað heldur þú Halla? Ég er svo lélegur spámaður, ég er alltaf að spá og svo gerist alltaf eitthvað sko, Komdu þá með þína spá og þá vitum við hvernig þetta fer. Já, vitum við hvernig þetta fer, ok, þá ætlum ég að segja hann fer inn, bara ég vonum að hann fari ekki inn, skilja. Já, ok. En þú veist, ég er ekki, þetta er rosalega erfitt ástand, sko. Það var auðvitað aðdragandinn að Venezuela, sko, það var augljóslega þegar hann var að sprengja þessa báta og að það var, maður fann að það er eitthvað að fara að gerast. En síðan var svo aðgerðendar miklu svona hóstiltari heldur en ef að Venezuela hefði bara verið sprengt öll í tæklur. Heimamenn í Íran fullyrða að þeir hafi slátrað 100.000 manns frá 28. desember og fram í miðjan janúar. Þeir drituðu niður mótmælendur. Verður ekki að koma að þessum stjórnvöldum frá? Já, ef að almenningur í Íran getur ekki gert það svona íhlutanir frá öðrum ríkjum, ég veit ekki hversu hrifinn ég er að því, en jú, sjálfsögðu þyrfti fyrir almenning í Íran þyrfti að koma þessum stjórnvöldum frá, en hver á að gera það? Það er spurningin. Þarf ekki almenningur í Íran bara að fá aðstoð við það? Ég er svolítið sammála Frosta, sko, en þetta er alltaf svona, þetta er svo flókið, sko, og í Íran, nú ég þekkti vel til Íran, en ég hef ekki, ég farið þangað tvisvar, en það er rosalega langt síðan, og hef ekkert fylgst neitt ofboðslega vel með svona síðustu árin, en og þetta er náttúrulega magna land, sko, og þetta er mögnum menningarsaga, þetta er í rauninni ótrúlega merkileg þjóð, sko, ótrúlega merkileg og og vel menntuð og sumt að klárasta fólki sem ég bara... En klerkarnir að rústa þessu... Já, en það sem ég ætla að segja, sko, þau hafa rosalega vonda reynslu af erlendri íhlutun og þau voru rosalega vonda reynslu af sínum eigin stjórnvöldum. Persar eru mögnuð þjóð. Ég hvet fólk til þess að kynna sér þættina í hlaðvarpinu The Rest is History, bjögum til 4 þætti byltingun í Íran 1979. Það setur þessa atburði í mjög áhugavert samhengi og gefur manni tækifæri til að skilja þetta betur. Þú þarft að fara svolítið langt aftur til að skilja þetta, skilja almennilega hvað er að gerast þarna. Það er nákvæmlega þannig. Áður en ég ætla að sleppa ykkur alveg, þá myndi ég eftir því af hverju ég kallaði þig sérstaklega í þáttinn. Ég ætla að spila hérna fyrir ykkur klippu sem að náðist úr tíma í Háskóla Íslands, þar sem Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistardoktor, var að láta nemendur greina íslensk hlaðvörp. Hlustið á þetta. Það er vá. Er þið ekki örugglega að taka á það lífið þessa menn? Gjörðu svo vel. Frábært. Jú, alveg þetta. Er ekki svona kallar? Jú, gís, já. Hvað er kallar?
einhver veit það einnig, þá má hann svara. Fyrirlitningu, já. Bara rosalega kallaorka. Kallaorka svona, þú ert í eppa, þú ferð að veiða, eða ekki? Já. Talar illa konur. Já, þetta mál sem að þú opinberaðir á vefmiðlum nútímanum. Þetta klippa sem næst úr tíma í Háskóla Íslands var nú ekki ætlað til opinberra birtingar. En þannig kennari við opinberra háskóla og starfsmaður hins opinberra að fella að þér virðist þunga dóma eða með annarleg sjónarmið í garð nákvæmlega manna. Já, einmitt. Og það skal nú tekið fram að hinn ágæti kennari Arnar Eggert Thoroddsen sá ljúflingur sem ég þekki persónulega af góðu einu og hefur náttúrulega skrifað hér í Morgunblaðið við góðan orðstír í fjölda ára. Frábær manneskja í alla staði en það er alltaf mjög skrítið þegar menn þurfa að taka svona inngang á það sem þeir þarf að segja. Hann sko, það sem ég held að vandamáli sé hér er að Arnar er eins og fleiri kennarar á Háskóla Íslands því miður undir svona hugmyndafræðilegum álögum sem eru svona, sem myndi segja bara svona marxísk, sé þarna vofa marxism sem að vofið þarna yfir og það er þessi að vera alltaf með þessi gleru á sér að þjóðfélagið okkar er stýrt af hvítum feðraveldis kallaköllum og kvenfyrirlitningu konur. Já. Og þetta er náttúrulega rosalega vel í lagt að saka þessa drengi alla kvenfyrirlitningu og þetta er náttúrulega bara lítið brot úr þessum fyrirlestri. Þarna hann að tala við unga kvenkynsnemendur, stelpur sem virðast vera kannski í kringu 20 eitthvað svoleiðis. Það að fara að fjalla þennan þátt Blöðkastið sem er eitt vinsælasta hlaðvarp á Íslandi. Það er Egill Einarsson, Auðun Blöndal og Steindi Junior sem halda því úti. Og hann í hálfkæringi reyndar spyr hvort það ætli ekki örugglega að slátra þeim. Já. Og þú getur bara rétt ímyndaði ef þetta væri það voru áður fyrir voru til einhverjir kennarar sem voru aðeins hægra megin en þeir eru eiginlega útdauðir ef svo má segja. Það er búið að slátra þeim líka. Já, ég meina Hannes Hólmsteinn var oft gagnrýndur fyrir og svona skemmtilegi kennarar eru með skoðanir og allt það, ögrandi og allir sem þekkja Hannes Hólmsteinn vita hvers þess að öðlingur hann er þegar þú kynnist honum en hann var mikið gagnrýndur. Arnar Eggert sama, algjör öðlingur en hugmyndafræðilega og það vantar þessa faglegu vísindalegu nálgun að mér finnst að þú þekkir þessa vísindaaðferð að það er fyrst sett fram rannsóknarspurning og svo kenning og síðan kemur með gögnin og reynir að hrekja kenninguna, reynir þitt besta að hrekja þína eigin kenningu og svo ef þér misteksta þá er markmiðinu náð og þá er kenningin og stendur hún eftir. En þarna er þessi svakalegi staðfestingar bias eða svona confirmation bias þar sem það er lagt að stað með ákveðna mynd og þú ætlar bara að staðfesta hana og þú getur rétt ímyndaðir ef að þarna væri hægri sinnaði kennari og það væri andinn í kennslustofunni og þú heyrir alveg að krakkarnir þarna þau vita alveg hvað þeim á að finnast. Það er búið að setja tóninn og ef það væri þannig að kennarinn væri er þetta ekki bara einhverjar öfgafeminista kommalöfsur og er svona ítundi það myndi ekki fljúga í dag og ef krakkar væri með þannig dóm eitthvað feminista hlaðvarp eða eitthvað þá myndi kennarinn stoppa og segja byttu, hvað hefur þið því? Af hverju kallar það öfgafeminista kommalöfsur? En þarna er kennarinn bara að ýta undir og það er ekkert gert svona til þess að hrekja kenningarnar. Þetta er auðvitað Arnar Eggert er ekki einn á báti þetta er hann er bara svo heppinn að náðust á mynd eða náðust á upptöku en þetta er svona þetta er ekki gott fyrir Háskóli Íslands hefur notið mikils trausts í gegnum tíðina og ef þetta fær að halda áfram að malla og grassera undir þá náttúrulega molnar mjög hratt undan því trausti og menn eru auðvitað farnir að velta fyrir sér það háskólinn á öðrum þræði að vera að búa til einstaklinga fyrir atvinnumarkað og byggja undir það en þarna erum við í félagsvísindadeildinni að vera að framleiða kynjafræðinga og eitthvað sem að enginn hefur not fyrir og maður velti fyrir sér hreinlega hvort að
hvort að sko við hættum að niðurgreiða sko bara svona ákveðnar línur í háskólanum sem eru að því að virðist bara eitthvað svona krúsitúluverkefni sem að gagnast engum sko og geti og förum meira í að setja fókus á að fjármagna nám þeirra sem að þjóðfélagi hefur not fyrir. Halla, þú nú námsskólagengin. Ég háskólagengin. Hvernig... Setið alls konar tímum og verið kallið alls konar feminista lufsu þú er örugglega tíðan kallað með feminista komalufsu í einhverjum af þínum útastáttum. En er ekki sérstakt þegar kennari við opinbera háskóla spyr nemendur hvort að það sé ekki alveg öruggt að ætla að slátra í umfjöllun einhverjum tilteknum nafngreindum mönnum? Ég held að það sé rosalega erfitt að leggja mat á það sem í gangi í svona tíma út frá einhver svona hljóðupptöku sko. Og ég hef ekki hlustað á þetta blökkast, þannig ég veit ekkert það hvort þeir eru kallakallar eða ekki, en ég veit alveg hvað kallakallar eru sko, og minnst alltaf að tala það. Það var eitt gott hjá Arnari, hann talaði það sem vantaði í þessa klippu, hann var að tala kallakalla, það voru þeir sem að fíla OK Computer með Radiohead en finnst Kid Day-platan alveg hræðileg. Þetta skilur þú en ekki? Já, þetta... Ekki heldur. Við bæðum bara blanko. En auðvitað hann að slá hann á létta strengi og svona, en þetta samt sem áður, þetta er allt í lagi að heyra þetta í róttæka sumarháskólanum á einhverju marxista námskeiði Open Borders eða eitthvað, sko, en þetta er náttúrulega bara passar ekki inn í svona faglegt háskólanám. Mér finnst þetta áhugaverð greining hjá þér Frosti og þessi eitthvað vofa marxismann sem ég skil ekki alveg hvernig svífur þarna yfir og svo viltu væntanlega slaufa öllum fögum sem ekki einhvern veginn henda einhver ákveðinu Nei, ég bara segja að fólk borgi þá bara fyrir það. Ætlar þú ákveða það? Hvað gagnast þá? Hvaða gagnrýna hugsun finnst þér og gagnrýna þekking finnst þér hæfilega fyrir þjóðfélagið? Þá beinum við kannski nemendum meira í þann farveg sem að gagnast þjóðfélagið. Eins og hvað? Já, bara verkfræðingar, læknar, svona STEM, viltu fara í eitthvað STEM og heilbrigðisvísindi? Já, til dæmis. Já, ok. Algjörlega úrelt nálgun. Það sem ég vil bara nefna, sko, það er þetta ekki eitthvað sem ýtir undir gagnrýna hugsun þegar kennarar leggja línur á þessu tagi. Hvort sem það er í hálfkæringi ekki, þarna er fullorðinn maður með doktorspróf sem að nemendur sennilega líta mjög upp til. Það skiptir máli hvernig hann talar til nemenda. Það verið í háskólanámi? Ég var mjög lengi í háskóla og var með bara frábæra kennara oftast nær, en svona hálfkæringstali er nú ekki til margs eða ekki til þess að auka virðingum hans fyrir stofnun. Ég finnst þið hljómið rosalega viðkvæmur gagnvart þessu og svolítið eins og þið sé að leita einhverju svona skandallega búið til. Og það er enda líka, þetta er bara mjög stutt klippa, þarna er líka tekið fyrir bjórkastið sem er hlaðvarp hjá mér á broadcastinu og hvað er sagt það er bara, þeir eru kallaðir hægri öfga nasistar og í fræðilegu samhengi talað um eitthvað svona nasisti? Já, það er bara, og það sé sem sagt, það er mælt þarna sko að því að það er nefnt nasismi einhvers staðar sko, þá er sá stimpill kominn en það vantar alveg sko að þau að kennarinn ögri sko niðurstöðunum sem krakkarnir eru með. Þetta er einhverju nemendaverkefni og þú ert búin að vera að hlusta á þetta og ég gegnum eitthvað svona fjarnámsdæmi eitthvað vantarlega? Þetta var bara birt á VF Háskólans. Já, út af einhverju fjarnámsdæmi. Já, ég veit ekki skiptir ekki máli. En ég bara náttum á sko, þannig að þú ertu búin að vera að hlusta á kennslustundirnar og þetta er svona þín greining eftir að hlusta á þær eða bara þetta? Nú hef ég hlustað bara á þessa. Ég nefnilega hef ekki hlustað á allir sem hlaðvörp, en Steindi er frændi minn og ég vil ekki heyra styggðar yrðum hann hérna. Ég held að þetta séu menn sem megi alveg sitja undir gagnrýni og það má alveg taka því sem þeir gera, en það skiptir auðvitað máli hvernig háskólinn gerir það og hvernig kennarar við háskólinn gera það og hvort að þeir séu að leggja ákveðnar pólitískar línur í sinni kennslu eða ákveðnar línur gagnvart nafngreindu fólki sem ekki getur borið hönd fyrir höfuð sér eða ekki nema þegar svona kemur upp á yfirborðið. Ég mun reyna að fá hann Arnar Eggert til mín hérna, ég reyndi að gera það núna, ég held að hann sé staddur erlendis en hver veit nema við náum einhverju góðu spjall þetta hér á allra næstu dögum. Ég skott að hann passir sig á að segja ekki einhvern missannaðan brandara. Já, ég kann alveg ég þekki það persónulega. Já, þið veitir hvernig þegar maður reynir að vera fyndinn, mann er mistekst stundum og svo tekst það stundum vildi. En það er áhættuatriði. Það er heldur enginn að tala um að Arnar Eggert ætti að vera slaufað eða eitthvað slíkt. Nei, vonandi ekki. Bara alls ekki. Nei, menn hafa reyndar verið reknir fyrir minna til henni en hérna við þekkjum nú, já, Páll Vilhjálmsson, framhaldsskólakennari. Honum var ekki unnað því að hafa ákveðna skoðanir gagnvart nemendum eða á kaffistofunni. Þannig að það eru til dæmis. Ég held að þetta sé meira sko, þetta er bara svona heildar að í félagsvísindunum að þá er þessi hugmynd, þessi marxíska hugmynd einhvern veginn að við búum í
hræðilegu kúara samfélagi, hvítra kalla og kapítalista svína, sko, þetta Varst til í því? Varst til í því, segir Halla. Já, einmitt. Þetta alltaf bara skoðanir sem eru, eins og ég segi, krútlegar í einhverju svona marxistanámskeiði hjá róttæka Summarháskólanum. Ég ætla bara að segja að sko, háskólan, náttúrulega frumskilyrði háskólans auðvitað að hjálpa nemendum að öðlast gagnrýna hugsun. Og ef þú ætlar að leggja af allar greinar, nema einhverja svona tæknilega greinar þar sem þú lærir einhverja fagþekkingu á tímum þar sem að sko gervigreindin er að sækja rosalís í veðrið og við þurfum og bara hefni sett framtíðarinnar rosa mikið gagnrýnin hugsun. Og það má kannski bara bæta í og gera meira en að fara að slaufa öllum fræðigreinum. Ég talaði alls ekki um að leggja af, ég talaði ekki um að leggja af neina greinar, ég talaði bara um að hætta að niðurgreiða það sem er ekki, nei. En hafa þetta líka komið á fót ýmsum greinum sem að menn kalla fræðigreinar það alls ekki og kynjafræðin við háskólann það svo augljóslega? Ég er ekki sammála ykkur þar, sko. Þetta mjög fín grein. Ég fór í áfanga í kynjafræði og lærði bara heilmikið. Heyrðu, við förum inn í helgina eftir þetta góða spjall. Gott að fá okkur bæði hér á svæðið. Ég óska ykkur góðar helga báðum. Sömuleiðis, takk. Við erum hins vegar ekki hætt. Við ætlum að ræða hér næst ETS-kerfið sem Evrópusambandið kom á árið 2005 og varðar losunarheimildir fyrirtækja og landa gagnvart koltvísýringi. Þetta rosalegt kerfi. Það farið að verða mjög íþyngjandi fyrir íslensk fyrirtæki sem að standa höllum fæti í samkeppni við fyrirtæki erlendir frá. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl 9. Við þökkum Höllu Gunnarsdóttur og Frosta Logasinni fyrir þessa ágættu yfirferð á fréttum vikunar. Það bar sannlega margt til tíðinda. Eitt af því sem mikið til umræðu þessi dagurinn, ekki bara á Íslandi heldur heim allarinnar, eru loftslagsmálin og hvernig við getum kepst við það að draga úr áhrifum gróðurhúsalofttegunda og ýmislegs annað sem að hafa neikvæð áhrif á umhverfi okkar. Fyrir skemmstu fjallaði viðskiptaráð kerfi sem kallað ETS-kerfið og var innleitt árið 2005 fyrir Evrópu og Ísland hluti af því kerfi öllu saman. Það farið að verða mjög íþyngjandi fyrir efnahagslífið, atvinnulífið hér og mörg fyrirtæki sem okkur mjög mikilvæg og ég fengið hingað til mín 2 góða gesti sem að þekkja kerfið og þessa umræðu í þaula. Það þeir Frosti Sigurjónsson sem höfundur bókarinnar Hitamál, hann rekstrarhagfræðingur og Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann hagfræðingur viðskiptaráðs og ber, held ég mesta ábyrgð á skýrslunni sem kom út hér fyrir skemmstu. Þetta ekki rétt metið? Jú, þetta rétt metið. Já. Ég ætla kannski að byrja á því að við heyrum þessa umræðu þetta ETS-kerfi. Þessu hugtaki flaggað oft í umræðunni í fréttum öðru, en ég held að almenningur, og þar meðal ég, hafi mjög takmarkað innsýn inn í það hvernig þetta kerfi í raun og veru virkar. Þannig að, hvernig myndir þú lýsa því? Sko, kerfið, ETS-kerfið í grunninn viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og það má í rauninni líka virkni kerfisins við kvótakerfi. ESB gefur út ákveðið magn af losunarkvótum á hverju ári sem að fer svo inn á markað sem að fyrirtæki geta keypt og selt kvótana sín á milli. Og þau verða að hafa kvóta ef þau að menga? Já, og innan þessa kerfis falla ákveðin fyrirtæki. Þetta í rauninni kerfi ESB til þess að taka á losun í staðbundnum iðnaði og innan kerfisins falla líka skipaflutningar og flugið. Og ef við horfum bara til Íslands, þá eru þetta flugfélögin, skipafélögin og álverin 3 sem að falla innan þessa kerfis og kerfið skildar fyrirtækin til þess að kaupa losunarheimildir fyrir þá losun sem að verður til í þeirra starfsemi.
Og þetta er ákveðin kvóti, þetta er ákveðin magnalosunarheimildum og þetta er á markað, þannig að þetta hefur ákveðið verð. Já. En hvernig virkar það, er þetta fastsettur kvóti, eykst hann eða minnkar hann? Nei, þeir eru rauninni gefa út kvóta eða gefa út sem sagt ákveðið magn árlega, kvótamagn árlega, þannig að þú þarft að kaupa kvóta fyrir losun á hverju ári og til þess að ná losunarmarkmiðum sínum hefur ESB sett kvótin sem er gefin út minnkar ár frá ári. Þannig að það má gera ráð fyrir því að verðið á þessum kvóta muni fara hratt hækkandi. Núna er þessi minnkunarfaktor sem er inn í kerfinu 4,4%, 4,3%, fer upp í 4,4%, sem að þýðir að ESB dregur úr framboði kvótana þetta mörg prósent á ári. Verðið hækkar, svigrúm manna til að menga þá í raun minnkar sömuleiðis. Hvað er þetta að kosta þessi íslensku fyrirtæki, þessi fyrirtæki sem starfa hér innan okkar landsteina að meðtöldum flug- og skipafélögum? Einmitt. Við litum til áætlunar Eflu kostnaðinn. Kostnaðurinn árið 2024 var 5,5 milljarður, en það er áætlað að hann verði orðinn tæpir 28 milljarðar árið 2030. 28 milljarðar? 28 milljarðar. Fyrir kaupin á þessum heimildum? Á þessum losunarheimildum. Á móti kemur að Ísland fær úthlutað ákveðnu magni af heimildum til sín sem að þeir bjóða upp á þessum markaði, en tekjurnar af því eru rétt 3 milljarðar. Þannig að nettó útgjöld fyrir íslenska hagkerfið eru 25 milljarðar cirka. Og með þessum útgjöldum verður ekki til neinn verðmæti í raun? Nei. Frosti, í bókinni Hitamál, ég ætla nú að ræða við hana aðeins á víðari grunni hér á eftir, en þú kemur aðeins inn á hagfræðina bak við þetta kerfi. Ef ég skil þetta rétt, þá er hugmyndin svo að með því að leggja kostnaða menn vegna mengunar, að þá er það einhvern veginn að hraða því að menn fara í orkuskipti eða fara að gera hlutina með umhverfisvænni hætti en áður. Já. Er það ekki rétt? Og maður skilur það í Evrópu þar sem að þeir geta, almenningur hefur val það að fljúga innanlands til dæmis með þotu eða taka lest sem er knúið með rafmagni eða einhverju slíku. En hérna höfum við á Íslandi ekki þetta val, þannig að þetta kerfi getur ekki leitt til þess að draga úr losun, til dæmis í fluginu. Ekki nema bara þá með því að hætta að fljúga? Ekki nema við bara hættum að fljúga. Og þá, en hins vegar held ég að líka annar galli á þessu kerfi er að flugfélagi okkar, það hefur verið framsækið í því að taka sparneytnari hreyfla og annað slíkt. Ef að það eru teknir af því 4 milljarðar árlega í þessi losunargjöld sem að síðan hækkar og mun margfaldast, þá hefur þetta flugfélagi ekki efni á því að kaupa betri tækni þegar hún býðst. Ég hef mikla trú á því að tækni muni þróast og allt muni þetta leysast tæknilega, en við verðum ekki í aðstöðu til þess að nýta okkur það. Og annað er að gerast að þetta er ekki lagt á amerísk flugfélög eða færeysk eða tyrknesk, þannig að þau fá samkeppnisforskot yfir okkar flugfélag. Og auk þess að þetta leggst mjög þungt eins og kemur mjög vel fram í þessari mjög góðu skýrslu og úttekt hjá Viðskiptaráði sem ég vil þakka bara fyrir. Þá leggst þetta mjög þungt á okkur sem eru hérna út í hafi, svona fjarri meginlandinu. Kerfið er engan veginn hugsað að hanna fyrir okkur. Reynda voru einhverjar undanþágur mögulega til 2030, til dæmis varðandi skipaflutningana, en okkar ráðherra sóttist ekki eftir þeim, þrátt fyrir áskoranir frá atvinnulífinu og Viðskiptaráði. Einhvers konar dyggðaskreitinga? Ég bara vera þjóð meðal þjóða, en þetta getur ekki heldur fyrir skipin. Það er ekki þannig að það séu til skip í dag knúin rafmagni sem geta siglt með vörum milli landa yfir hafið. Það er ekki til. Við eigum nú reyndar skip sem getur siglt á rafmagni milli lands og eyja, en við erum samt að keyra á olíu því að rafmagnsverðið eru svo hátt í landinu. Í Vestmannaeyjum? Í Vestmannaeyjum, já. Mér finnst þetta góð punktur sem Frosti kemur inn á með sparneytnari hreyfla og allt þetta, að kerfið hunsar að einhverju leyti sameiginlega hagsmuni fyrirtækja og þá loftslagsins af því að draga úr eldsneytisnotkun. Af því að ef þið væruð að reka hérna Icelandair og Eimskip, þá myndi náttúrulega helsta markmið ykkar í rekstri vera að reyna að draga úr eldsneytisnotkun af því að það er svo hár kostnaðarþáttur inn í rekstri fyrirtækisins.
En kerfið dregur úr svigrúmi til þess að fjárfesta í nýjum lausnum, fjárfesta í nýsköpun og fjárfesta í einhverju sem að gæti dregið úr losuninni. En gagnrýnendur þessa viðhorfsmyndu segja, nei, heyrðu, það alveg eins og með hátt orkuverð eða hátt eldsneytisverð, að þá mun þessi skattur ýta enn frekar við mönnum, þannig að menn hafa haft einhvern frest, við segjum til 2025 eða 2030 hvað það er, þannig að menn hreinlega verða að vera konni með einhvers konar rafmagnsvélar eða hvað það er á þeim tíma. En skipin hafa skipafélög til dæmis hafa fullkomin hvata til þess að fagna nýrri tækni vegna þess að helmingurinn af rekstrarkostnaði, rekstrarútgjöldum skipafélags eldsneyti nú þegar. Þannig að það þarf ekki að setja þennan kostnað í viðbót. Hann er óþarfur hvati. En það sem hann gerir er að hann leggst á allt vöruverð sem kemur til landsins og bara hækkar allt verðlag. Þannig að við erum í rauninni að horfa kerfi sem að getur við vissar aðstæður skila góðum árangri, en þegar það er tekt yfir í þetta verkefni og okkar aðstæður hér á Íslandi, þá er það algjörlega ómarkvisst. Nefndu dæmið þar sem það getur virkað? Það getur til dæmis virkað þar sem þú hefur valkost. Þú ert að hvetja sig, þú ert að gefa einhverjum valkosti sem sagt forskot umfram annan. Til dæmis eins og gert var í Bandaríkjunum, þá var svipað kerfi notað til að draga úr brennisteinsmengun. Þá fengu fyrirtækin hvata til þess að setja upp alls konar hreinsikerfi. Og það var gagnlegt, það bara virkaði. En við höfum ekki kjarnorkuhreyfla á flugvélarnar en við höfum ekki batteri sem geta flogið yfir hafið. Það er menn að þróa þetta á fullu og ég vona að við getum keypt þetta einhvern tímann. Þetta mun einhvern tímann koma. En þá voru kannski ekki lengur menn flugfélag og það verður að færa það bara til Bandaríkjanna. Annars það getur ekki rekið sig. Bara í fyrra var það að borga 4 milljarða og ef þú horfir á þessa þróun sem er spáð með verðið á þessu kerfi það er alveg fyrirsjónlega ekki hagkvæmt að reka flugfélag hér eða í Evrópusambandinu. Icelandair hefði skilað hagnaði fyrra ef ekki hefði verið fyrir þessar 3 milljörðum í staðan fyrir tap upp á 1,2 eða hvað var? Já, það passar. En þú nefndir valkostina sem Evrópubúarnir hafa eins og með lestarnar og það er hægt að flytja bæði vörur og fólk með lestum í stað þess að fljúga og þar höndu göttum. En annað sem maður hefur heyrt og séð frá Evrópu er að þetta kerfi bjóði ekki aðeins upp á valkosti innan álfunnar, heldur hafið þetta einfallega þrýst iðnaði sem er sannarlega mengandi í Evrópu út úr álfunni og til landa þar sem ekkert svona kerfi er við lýði og mengunin er hlutfarslega miklu meiri. Það er talað um kolaorkuverin sem að knýja áfram álframleiðslunni í Kína og annað í þeim dúr. Þannig að er kerfið í raun og veru að skila þessum árangri eða erum við bara að færa mengunina út í andrúmslofti annar staðar sem að síðan dælist yfir okkur með hafstraumum og vindum? Sko í tilfelli álverana til dæmis að þá kemur fram í skýrslu Eflu að hlutdeild Evrópu í heimsframleiðslu á áli hefur farið úr 10% í 1% á þessari öld. Það er ekki út af því að eftirspurn eftir áli í heiminum hefur minnkað verulega, heldur einfaldlega vegna þess að iðnaðurinn hefur færst til landa þar sem að losunin við framleiðsluna er meiri. Núna ætlar ESB að reyna að bregðast við þessu með því að leggja á kolefnistoll á allt innflutt ál inn til EES-svæðisins sem að mun fyrirsjáanlega hafa þau áhrif að í Evrópu verður eitt álverð og í restin af heiminum verður annað álverð. Til að bæta við þetta þá þú spyrir hefur þetta haft áhrif? Jafnvel kanslarinn í Þýskalandi, Friedrich Merz, hann nýlega á ráðstefnu sagði að það yrði að endurskoða þetta kerfi. Það væri verið að iðnvæða Þýskaland og Evrópusambandið og iðnaðurinn væri bara færast annað þar sem að mengar meira. Áfram eru þjóðverðir að kaupa bíla og þau eru að kaupa, þetta er bara núna framleitt annars staðar. Losunin er bara meiri vegna þess að Evrópusambandið og þær þjóður sem eru með þetta kerfi eru ábyrga fyrir minna en 15% af losun heimsins. Hinar þjóðurnar setja sér markmið og segja leið og tæknin býður þá munum við gera þetta og eitthvað svona. En rauninni það er ekki svona markaðsrefsi kerfi til þess að hamla sínum iðnaði eða hagvexti. Þvert á móti. En eru einhver dæmi það, eða hafið þið kannað hjá viðskiptaráði hvort að það séu einhver framsækin stjórnvöld, sem þau myndu kalla svo, annars staðar í heiminum að stilla upp einhverjum kerfum þar sem að dreiður úr losun? Við höfum heitt fréttir af því að það sé verið að opna með 2 kolaorkuver í viku hverju í Kína og einhverju svona ótrúlegar tölur hvað það varðar. En eru menn að reyna að stemma stigu við þessari auknu losun með aðgerðum þessu tagi? Sko, ég þekki ekki dæmi þess að
stjórnvöld í einstaka löndum séu að gera þetta. Ég held að fókusin sé meira á að iðnvæðast og iðnvæðast hratt eins og til dæmis það iðulega að tala Kína í þessu samhengi. Það eru aftur á móti alþjóðastofnanir eins og alþjóðaflugmálastofnunin að reyna að koma á kerfi sem heitir CORSIA sem er sambærilegt ETS-kerfinu þar sem að þér gert skylt að kolefnisjafna hluta af þeirri losun sem að verður til á flugleiðum heiminn. Þetta kerfi ennþá á mjög miklu grunnstigi. Það ekki öll lönd í heiminum komin inn í það og kostnaðurinn við það einfaldlega bara, þú veist, eru bara smámunir miðað við ETS-kerfið til dæmis. Varðandi spurningu þína, þá eru vísir að sambærilegum kerfum í öðru löndum. Bretar eru með svona kerfi, þó þessi ekki Evrópusambandinu, þá eru með einhver svona losunar refsukerfi. Kínverjar segjast vera með það og það verðið miklu lægra og alls ekki eins harkalegt eins og þetta. Þeir hafa verið að opna ný kolaverð sannarlega, sem eru með miklu betri tækni heldur en gömlu kolaverðin og hreinsa lofti miklu betur. Eins og það kemur koltvísýringurinn alveg út, sko. Það ekki komist hjá því, en þeir taka burtu sótið og mengunina raunverulega sem skaðleg. Ég nú að þeirra skoðun að koltvísýringur sé ekki að skaðlegasta sem fer út í loftið. Þetta næring fyrir plöntur. Við erum með eins lítinn koltvísýring í loftinu eins og hefur bara verið í milljónir ára. Það er minkandi, þannig að það að draga frekar úr honum kannski ekki það sem þessi plánta þarf, sko. Ég ætla að fara inn á það rétt á eftir, en áður en að því kemur, þá langar mig til að varpa hér upp á skjáinn mynd sem að ég hnaut í þessari ágætu skýrslu ykkar. Ég hvet fólk til að lesa skýrsluna, hún ekki löng, hún ekki nema 11 síður og mannamáli. Frábær skýrsla. Þar eru það birtið dæmi það hvernig ETS-kerfi sé að veikja stöðu Íslands gagnvart í raun og veru öðrum löndum sem að við viljum bera okkur saman við. Geturðu, Ragnar, útskýrt fyrir okkur hvað blasir við á þessari mynd? Já, við í rauninni birtum þessa mynd til þess að varpa ljósið á hvernig kerfið bitnar beint á samkeppnisstöðu Íslands og sérstaklega samkeppnisstöðu okkar sem höfn á milli Ameríku og Evrópu. Og á myndinni þá sjáum við samanburð á 3 mismunandi flugleiðum sem eru á milli New York og Brussel. Í fyrsta lagi ef að þú flýgur beint frá New York til Brussel þá leggst ekkert ETS-gjald á þá leið, 0% leiðarinnar. Af því að það frá Bandaríkjunum og Bandaríkjumenn heyri undir þetta? Af því að í rauninni upphaf leiðarinnar utan kerfisins að þá þarftu ekki að greiða neitt. Síðan tökum við annað dæmi ef að þú millilendir á Heathrow í London að þá 5% af leiðinni innan ETS-kerfisins og þar af leiðandi þarftu að greiða ETS-gjöld fyrir 5% af leiðinni. Ef að þú aftur á móti flýgur frá New York til Keflavíkur og síðan Keflavík, Brussel, að þá 34% af leiðinni innan ETS og þú þarft að greiða ETS-gjald fyrir 34% af leiðinni. Það blasir við að þetta skekkir samkeppnisstöðu gríðarlega. Já, þetta mjög alvarlegt. Þetta mjög alvarlegt vegna þess að mjög mikið af farþegum Icelandair eru komið hér í millilendingastopp, skoða landið og halda svo áfram til Evrópu eða frá Evrópu til Bandaríkjanna. Þetta bara beinlínis viðskiptamódel Icelandair. Þetta mjög stór hluti og það sem heldur svona öflugu og glæsilegu flugfélagi í gangi og við getum verið svona stórvirki í þessu þetta að við höfum verið samkeppnishæf. Það verið að taka þetta módel í burtu af okkur. Það þýðir að við erum kannski sitjum upp með flugfélagi sem að þessum kostnaði verður velt bara yfir á þjóðina sem býr í landinu. Við þurfum að bera allan kostnaðinn af rekstri flugfélagsins og þá verður flugið miklu dýrara. Og fábreyttara ef að miklu færri áfangastaðir og við erum að horfa á þetta virkilega ógn við okkar lífsmáta á Íslandi. Þannig að kerfi virkar bara svo gambítur á það kerfi sem hefur verið byggt upp og hefur undirbyggt lífsgæði hér að miklu leyti. Já, við reyndum, gerðum áætlun þetta, hvaða áhrif þetta hefði, miðað við bæði hækkun á flugmiðum, hækkun á verði losunarheimilda, hvaða áhrif það hefði á flugmiðana hér frá Íslandi. Og áætlunin okkar sýnir að verðið árið 2028 þá mun þetta þýða 10 til
13.000 krónur aukalega á flugmiðan til og frá Evrópu. Ég vil halda að þetta sé mjög væg áætlun, þetta verður meira vegna þess að það ekki hægt að velta þessari kostnaði frá Ameríkumennina. Þeir munu þá bara velja annað flugfélag. Það verður að velta öllum kostnaðanum yfir á þá sem hér eru heimilisfastir. Sem að fljúga bara beint frá Íslandi. Það Icelandair mun ekki geta velta þessum kostnaði yfir þar sem í beinni samkeppni við flugfélög sem ekki með þetta kerfi. Það lendir bara á þjóðinni. En miðað það að Icelandair að fljúga 5 milljónir farþega á ári og við erum 400.000 og þó við séum ferðaflugið. Þess vegna held ég að þetta sé allt of lágt. Ég held að þetta muni velta miklu meiri þunga yfir á Íslendinga. Aftur að þessari mynd, þið takir líka siglingarna fyrir. Það ekki síður stórt mál út af vöruflutningum. Við auðvitað flytjum mikilvægar vörur til og frá landinu með flugi, en siglingarnar eru, eins og það hafa verið aldir, grundvallar þáttur þar. Algjörlega. Þar blasir við einhvern veginn, ég leyfi mér að segja, enn skefjalausari mynd. Já, það sko kerfið í siglingunum aðeins öðruvísi heldur en í fluginu. Það sem sagt þannig að ef þú hefur siglingu utan ETS-kerfisins og siglir inn í ETS-kerfið, þá þarf að greiða ETS-gjöld fyrir 50% af leiðinni. En ef þú siglir frá ETS-höfn til ETS-hafnar, þá öll leiðin undir. Sem að gera það verkum að til dæmis ef þú ert að sigla á milli bara Boston og Rotterdam, sem eru 2 stórar hafnir í heiminum, þá siglingin sko beint frá Boston til Rotterdam, þá helmingurinn innan ETS-kerfisins. Ef þú siglir í gegnum Ísland, þá 67% innan ETS-kerfisins. En ef þú aftur á móti siglir til Færeyja og síðan til Hollands, þá 10% leiðarinnar innan ETS-kerfisins. Vegna þess að Færeyingar standa utan EES, eru ekki innan EES-svæðisins og þar leiðandi ekki þáttakendur í ETS-kerfinu. Blessaði Færeyingarnir. Þeir eru snjallir. Þeir eru snjallir. Sko, þessu tillit allavega. Þeir eru ekki heldur með heinar álögurnar sko, í kolefnið. Þeim ekki skylt að blanda í bensín á bíla eða skip eða flugvélar, sem líka afskaplega kostnaðarsamt. Og þeir þurfa ekki að taka þátt í þessu losunarheimildum. Þeir hefur bara sagt sér frá öllu þessu. Þetta virðist vera endi einhvers konar öngstræti og ég meina, það þessi umræða Evrópu, Draghi-skýrslan gjarna vitna til, Merz hefur verið að fjalla þetta, menn verði að fara að vinda ofan þessar reglur. Meloni á Ítalíu, Jamie Dimon, forstjóri JP Morgan, þreytist ekki á að tala um það hvernig Evrópa sé að dragast aftur úr. Hver stefnir kerfið? Ætla menn bara að sigla á þetta að fulla afli, eru menn að fara að auka við eða hvernig lítur þetta út? Já, sko, breytingarnar sem að verða innan kerfisins eru að útfösun fríkvótana í fluginu algjörlega detta út á þessu ári. Skipin verður, eða sem sagt, öll mengun frá skipum verður komin innan kerfisins á þessu ári og núna á að hefja útfösun fríkvóta í áliðnaðinum líka, sem það verður búið að útfasa 50% af fríkvótunum árið 2030, sem að gera það að verkum að kostnaður íslensku álverana fer úr cirka 1 milljarði í 14 milljarða. Það blasir við hvað áhrif það hefur á samfélagsgerðina? Já, það blasir við. Já, það ekki öll vitleysan eins og maður sagði. Færum talið aðeins að þessari ágætu bók, Frosti, hún heitir Hitamál og þar hafður rétt að standa. Römbuðu var rétt nafn eða hvað? Já, ég held að það rampa á það. Ég held að það sé ekki tilviljun, en auðvitað þetta tvírætt líka. Menn að velta fyrir sér loftslagsbreytingum og hitnandi loftslagi. Þú ert gagnrýninn á þetta. Þú vilt meina að þetta kerfi, allt sem hefur verið byggt upp og sem við virðumst vera að skala enn frekar upp frekar en hitt. Börn eiga hér við loftslagskvíða stríða og halda heimurinn sé að farast, en þú segir vísindin ekki svo skorinor þegar litið undir yfirborðið. Já, þetta byggir á þeirri forsendu að það sé hægt að nánast að stýra hitastigi jarðarinnar með því að stjórna kolefnislosun mannkynsins. En hitastigi jarðarinnar hefur verið að sveiflast í gegnum þúsundir ára. Og það hægt að sjá það með alls konar hætti, borkjörnum úr jöklum og slíku, þar sem það hægt að sjá sögu hitafars, að hún hefur sveiflast miklu lengur heldur en iðnbyltingin segir. Þannig að það mætti ég segja,
eitthvað stórlæti að halda að með því að við breytum hegðun okkar varðandi koltvísýring að við getum haft eitthvað áhrif á það hvort það hitnar eða kólnar á þessari plánetu. Ég segi það mun hitna og kólna því að það sem sagan sýnir okkur. Það var hlýrra hér á tímum Rómverja, rómverska heimsveldisins. Það var ræktað vínviður í Bretlandi og við sjáum það af gróðurleifum að barrskógabelti náðu miklu norðar heldur en í dag. Það hefur hörfað síðan undan jöklum og er núna að sækja aftur fram. Það er bara hlýna eftir mjög mikið kuldaskeið sem var hinn kalda litla ísöldin sem lauk svona rétt fyrir 1900 og síðan hefur verið að hlýna. Segjum sem svo að við myndum ná 100% árangur því að draga úr losun okkar á koltvísýringi, þá heldur þessi sveifla bara áfram. Það getur kólnað eða hlýnað. Þannig að það er ég sem er að segja, loftslagið gerir það sem það ætlar að gera. Eina sem ég veit er að það er skárra að hlýni en ef það kólni. Þannig að við ættum að segja við börnin, þeir eru heppin, þeir eru fædd á tímum þar sem er að hlýna. Jöklar eru að hörfa. Það er ekki ísöld framundan. Það er ekki ísöldin. Þegar ég var lítill þá var ísöldin að koma. Ég hafði miklar áhyggjur af því. Hvað ertu gamall, Frosti? Ég er á 70-aldri og árið 1975 þá var þetta á forsíðum heimsblaðanna. Ísöldin er að koma að segja færustu vísindamenn. Ég hafði þessu miklar áhyggjur vegna þess að þegar jöklarnir sækja fram og þeir mylja allt undir sig, það er dauðinn á skriðbeltum. Þegar þeir hópa að horfa auðvitað hefur það áhrif en þau eru miklu mildari. Og líka annað þegar koltvísýringur eykst í andrúmslofti, þá vex allt hraðar, allur gróður eykst á jörðinni fleiri lífverur geta dregið fram lífið þegar nóg að borða og hann var 10 sinnum meiri þegar við þróuðumst sem dýrategund ef við vorum stökkum ekki fram fullskapaðir en þegar spendýrin þróuðust þá var mun hærra magn af koltvísýringi. Þannig að það er ekki óhollt fyrir okkur. En segðu mér eitt, nú tókum við fyrir hérna í og það er hollt fyrir blómin? Já, í bókaklubbi Spursmála í fyrra þá tókum við fyrir bókina Líf á jörðin okkar eftir David Attenborough. Akkurat. Og hann segir, jú, við viðurkennum það sjálfsögðu, við sjáum þetta ísaldarskeiðin og annað, þetta sveiflast upp og niður. Já. En hann segir, nýja breytan er svo að maðurinn er stokkinn fram á sjónarsvið, hann er að dæla út koltvísýringi og annarri mengun og það er breyta sem hefur ekki verið til staðar áður og það mun valda því að í stað þess að þetta verði sveifla þá verði þetta stjórnlaust og að það komist slíkt ójafnvægi á vistkerfin að ekki verði við neitt ráðið. Þetta er tilgáta. Þetta er tilgáta, en nú er David Attenborough næstu 100 ára gamall og búinn að fara allan heim og skoða þetta. Hann er mjög góður, eins og ég, þá var hann ekki loftslagsvísindamaður, heldur kynnir hann sér bara fræðin og fer með þau. Ég er ekki komið með neina kenningar, ég er bara að vísa í rannsóknir og það eru vísindamenn sem eru ósammála þeim vísindamenn sem David Attenborough er að tala fyrir og þeir segja að þetta sé ekki svona klippt og skorið. Hitafar jarðar hafi sveiflast af margvíslegum ástæðum. Koltvísýringur sé ólíklegur til að geta valdið skyndilegri hlýnun og menn eru sammála það að hans áhrif eru mettuð, þeir eru mettuð fyrir allnokkru síðan, áður en svona innbyltingin, mesta metturinn á sér stað fyrir innbyltingu. Hann er mikilvægur, hann veldur hlýnun, en það mætti líka það sama við að hann er svona svo ullateppi, hlýjar jörðinni. Við vorum komið með 8 ullateppi innbyltingu og nú er spurning hvort við bætum einu við, það breytir ekki öllu. Fyrsta ullateppi skipti mestu máli og var alveg nauðsynlegt fyrir plánutuna. Aðrar lofttegundir hafa miklu meira áhrif eins og vatnsgufa sem eru skýin. Og nú hafa skýin verið aðeins minni að skýja fari á hnettinum undanfarna áratugi og það hefur aukið hlýnunina. Men skilja ekki alveg hvað veldur hlýnun og hvað kraftar er verkið. Það er eitt af þessum, þú fer að lesa bókina að það eru ótal skýringar á þessari hlýnun. Já, þú bendir á það að þetta sé það flókið mál að það sé jafnvel bara ekki hægt að skilja þetta. Nei, það er nefnilega ekki, það er engum tekist að gera líkan sem spá rétt fyrir hlýnun. Þau hafa all ofspá hlýnun, þessi fínu tæknilegu líkun sem byggja á bestu tækni. Þannig að við skiljum þetta ekki nógu vel og þá finnst mér grunnur þessara aðhaldssömu aðgerða sem eru mjög íþyngjandi og jafnvel af iðnvæðing Evrópu sem að bitnar á lífskjörum manna og í sjálfu sér veldur hörmungum og líka valda dauða í Afríku og í þróunaríkjum sem fá ekki nýta sér eldsneyti. Það er mjög alvarlegt og það þarf að vera byggt á mjög traustum grunni og mér finnst það ekki byggt á traustum grunni. En menn tala þannig, COP-ráðstefnunum og annað, það er talað þetta bara, ég meina Ólafur Ragnar Grímsson og þeir sem er að tala norðurslóðamálið, þeir segja að Ísælland bara, hún er að bráðna og svona er þetta. Það er búið að berja á allavega minni kynslóð
okkar alveg viðstöðulaust þetta eins og að þetta sé einn stóri sannleikur. Stefán, ég trúi þessu alveg eins og nýju netti þegar Al Gore var með sína Nóbelsverðlauna mynd óþægilegan sannleik. Eftir að hann fann upp internetið. Eftir að hann fann upp internetið. Já, ég trúi þessu bara líka. En þannig að það var svolítið átak fyrir mig að fara að setja mig inn í þetta og skipta skoðun. Í rauninni segja að þetta bara ekki alveg svona örugt. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk skoði alla hliðar þessum máls áður eru tilbúin að fórna mannslífum og heilu hagkerfunum á þessum altari þar sem að útkomin algjörlega óviss. Og tala ekki ef að þú segir bara einhverja þjóðir sem eru með 15% losun heimsins alltaf tortíma sínu hagkerfi að meðan aðra þjóðir taka ekki þátt. Það augljóslega allt fyrir gíg. Og ég tala ekki Ísland sem að þegar árið 2000 bara aldamótin var búið að gangi gegnum þau orkuskipti sem tæknin leyfði með hitaveitunni og langlengst allra þjóða. Já, og það var viðurkennt þessi sérstaða og við vorum jafnvel beðin að virkja meira af vatnsföllum og opna eitt álver svo var hægt að búið til meira á grænu áli sem losaði meira og við gerðum það. Síðan hérna árið 2011-12 þá erum við ríkisstjórn í Íslandi og í Noregi sem eru svona Evrópusinnar og Evrópusambandi vildi bæta inn í EES-samningin loftslagsmekanismanum sínum. Og við segjum bara já að gera stækka EES-samningi fyrst að þjóðin vill ekki í gangi Evrópusambandið, stækkum þá bara samningin EES og tökum inn allt loftslagsregluverk Evrópusambandið sem þetta búið að kosta okkur síðan 100 milljarða eða 150 milljarða, bara svo ákvörðun. Og ég held ekki, ef þá ertu bara að horfa á hið opinbera, Svo ertu að horfa, núna erum við að horfa á hvaða álögurnar verða á ríkið, á fyrirtækin og svo framöndan ETS-2-kerfi sem leggjast á heimilin og minni iðnfyrirtæki og alla atvinnustarfsemi og gera allt dýrara. Og svo koma kröfurnar íblöndun á eldsneyti sem eru margfalda verð á þotueldsneyti, skipaeldsneyti og bílaeldsneyti. Margfalda það, Það 6 sinnum dýrara og þeir vilja fara í 70-80% blöndu. Og hvaðan á að fá allt þetta eldsneyti? Það á að búa til með rafmagni og sóunin við að búa til rafeldsneyti með núverandi tækni svo gríðarleg, orkusóunin, að við getum gert svo miklu betri hluti fyrir mannkynið og plánutuna. Og svo annað sem ég ágjur af og benda á í bókinni að þegar við demoniserum einn hlut eins og koltvísýring og eru öllu fórnandi fyrir hann, lífsgæðum, náttúrunni, hreinleikanum, víðernunum undir vindmyllur og námuvinnslan er geðveiki og mengun sem fylgir henni þá að 5 eða 6 eða 7-faldana núna á næstu 5 árum. Bara til svona í koparinn og allir þessi snefilmálma. Það er einn óhreinasta og mest mengandi iðja sem við getum komast í. En ætlað til orkuskipta? Já, til þess að bara berast úr koltvísýring sem ég að segja, kannski það ekki það sem við ættum að einbeita okkur að. Við ættum að berast gegn allri mengun, allri órási, öllum hörmungum og hungri. En það var búið að taka, það verið að fella regnskóga til að fara að rækta olíupálma til þess að gefa vélum að borða. Eitthvað sem á að vera hringarósaeldsneyti. Þetta allt komið út í tóma steypu. Eva Frost hefur rétt fyrir sér, sem ég fullið ekki. Hvernig geta menn farið svona út á sporinu? Hafið þið leitt hugana því að viðskiptaráð hvernig þessi, þetta stundu kallað loftslagskirkjan, þetta sé orðin trúarbröð frekar en annað? Hvernig menn geta farið svona langt út á sporinu? Já, Eva Frost hefur rétt fyrir sér, að þá ljóst að menn eru bara algjörlega út að akka. Já, ef að Frost hefur rétt fyrir sér, þá er það rétt, Ég er ekki jafn djúpur í loftslagsvísindunum og þú, en það virðist vera að fólk hafi komist að gagnstæðri niðurstöðu við Frosta og þess vegna tel ég það réttlætanlegt að bara leggja þvílíku byrðarnar á atvinnulíf í Evrópu. Það sem líka svo sérstætt ef við snúum okkur aftur á ETS-kerfinu að ETS-kerfið evrópsk lausn við hnattrænum vanda sem að gerir það að verkum að til dæmis iðnaður, eins og við komum inn á áðan, hefur bara færst og orðið enn losunar kræfari heldur en hann var þegar hann var innan Evrópu af því að menn hafa trúað því að ef við gerum ekki eitthvað þá muni allt vera hér á vonarvöl. En miðað við það, segjum sér svo að fólki sem að þú ert ósammála, Frosti, sem segir að heimurinn sé að farast og það er þetta Guterres og þeir hafa verið að gefa okkur upp bara svona heimur sé að fara að soðna, segir hann. Já, bara ákveðna dagsetningar þar sem við verðum að snúa við blaðinu. Þetta kerfi mun í þessu ljósi ekki breyta neinn það. Ef að heimurinn algjörlega við hengiflugið, þá mun að fara fram að vegna þess að Kínverjarnir, Indverjarnir og Afrika að
að spýta í frekar en hitt. Já, og það er það sem ég kemst að í bókinni, sko. Ísland allavega getur ekki ráðúrslitum í þessu. Jafnvel þó allt væri rétt varðandi það að koltvísýringur væri takkinn sem stýrir hitastiginu. Þá erum við á Íslandi þegar búin að gera allt sem tækni leyfir. Það sem við ættum að nota þessa milljarði sem að núna er að fara bara í algjörlega út í lofti og gera ekki neitt gagn fyrir loftslagið. Við ættum að nota þetta bara til að undirbúa okkur undir, styrkja innvið okkar, það getur vel verið að hitna eða kólni, við vitum það ekki. Við ættum að vera tilbúin líka undir eldgos og allt það sem alltaf þá náttúruvá sem að okkar fallega land býður upp á líka. En að vera og bæta sjúkrahúsun og hafa þau kannski fleiri og við auka viðnámsþrótt okkar menningar og hagkerfis. Vegna þess að það mun eitthvað dynja á í framtíðinni, við vitum ekki hvað það er. Það getur hlýnað meira, það getur kólnað. Og ég held að það sé óskynsamlegt að sólunda auðæfum okkar og afgang eða setja á hausinn mikilvæg fyrirtæki og hrekja inn á landi til ykkur annara heimshorna. Það er allt fyrir gíg. Og þegar við sjáum svona stjórnmálamenn á svona sjálfstýringu að gera svona vittleysur, ég er alveg viss að ríkisstjórnin okkar er að reyna að tala fyrir mönnum í Brussel eða með sendinefnd þar að fara bónleiðina að segja nei, gefið okkur undan þá frá þessu og hinn og við erum í sérstakri aðstöðu og svoleiðis. Ég er ekki mjög trúar að það gangi vegna þess að Evrópusambandið er bara alveg tilbúið að fórna sínu eigin hagkerfi, sko. Blindan er slík. En við viljum nú fara inn í Evrópusambandið, þannig að ég held að ásetningur ekki meira svo að gera okkur alveg fullgilda í þessari. Við þurfum þá að gera okkur grein fyrir því að þá er ekkert aftur snúið með þetta. Þá getum við ekkert sagt, við viljum þetta ekki. En er aftur snúið með þetta? Þetta er hluti af þessum innri markaði. Það er sífellt sagt við okkur ef við ætlum að gera hlutin einhvern veginn öðruvísi en Evrópusambandið krefst, að þá sé bara EES-samningurinn í uppnámi og þá sé hagkerfi hér á vonum. Þessu var bara bætt inn í hann 2012, það er bara mannanna verk. Við bara sögðum að því að það voru þá ríkisstjórnir í Noregi og Íslandi sem voru Evrópusinnaðar, vildu bara ganga þessa leið inn í Evrópusambandið. Núna erum við kannski með ríkisstjórn sem vil gæta hagsmuna þjóðarinnar, segjum það, ef við værum með það. Þá myndi hún segja að við viljum taka þetta aftur út úr samningnum. Við teljum að við getum átt viðskipti við ykkur á þeim grunni að aðeins að innleiða hér regluverk sem er okkur skaðlegt og það er líka ákvæði í EES-samningnum sem er minnst á hér í þessari. Þetta er innleitt einmitt eins og Frosti segir sem sko viðauki við EES-samningin og við innleiðum þetta í, þú veist, það er þingið sem að innleiðir þennan viðauka. Þannig að ef að ekki næst að semja sérlausn sem að tekur að öllu leyti mið af okkar sérstöðu hér á Íslandi, þá held ég að við þurfum að skoða leiðir að því að segja okkur frá þessu kerfi án þess að setja EES-samningin í uppnám. Haldið það sé mögulegt? Já, það er greinar í samningnum sem eru til að bjargunum þegar kemur upp svona staða. Þá eru klásurur, ég held sem 112 greinin. 112 og 113. Já, með þessum greinum getur sagt, hérna er löggjöf sem hentar greinlega Evrópusambandinu en er skaðleg Noregi eða Íslandi eða. Þetta eru nota bene, það er greinar í EES-samningnum sem var beitt gegn okkur í tilfelli kísilmálmsins. Núna mjög nýverið. Það var undantekning. Þannig að það komið bara ágætt. Þeir sögðu A, nú getur sagt B. Ég held að þarna getum við sýnt fram á það að þetta leggist ekki með jöfnum þunga á aðal og rauninni hafi engan tilgang hér, en hafi ríkan tilgang hjá þeim. Við skiljum það, þeir getur farið í lest. Við getum það ekki farið í lest. Nú ætlum við bara að segja nei við þessu. En nú erum við ríkisstjórn sem er bara með það á stefnuskránum að ganga inn og vera eins prúð og mögulega og uppfylla öll skilir Evrópusambandsins og þetta getur verið erfitt fyrir slíka ríkisstjórn að standa með þjóðinni sinni. Og það gerist ekki á meðan að slík stjórn. Ég hvet ríkisstjórn til þess að velja rétt í þessu. Það er fróðlegt að bera þetta undir Kristrúnu Frostadóttur þegar hún kemur hingað, en ég hvet áður en að því kemur fólk til þess að fara inn á heimasíðu Viðskiptaráðs, vafi.is, lesa þessa góðskýrslu. Ég hvet fólk líka til þess að ná sér í þessa bók Hitamál eftir Frosta Sigurjónsson sem er fáanleg í pennanum á góðu verði. Já, hún er á tilboði það núna. Já, margar góðar bækur á tilboði það núna, meðal annars bókin Grænland og fólkið sem hvarf sem er bók mánaðarins í bókaklúbbi Spursmála. Takk fyrir kærlega fyrir komin að báttverð. Takk fyrir. Þá er ekki meira á vettvangi Spursmála þennan álita föstudaginn. Ég þakka ykkur fyrir samfylgdina, minni aftur á klúbbinn sem ég minntist á hér áðan og bókina eftir Val Gunnarsson. Við verðum hér saman í síðasta lagi að viku liðinni og munum þá fara yfir fréttir vikunar og annað það sem hæst er á þeim tíma. Verið sæl.